fylgir veglegur kauphauki með öllum símum í Galaxy S25 línunni frá Samsung. Galaxy Buds 3 Pro heyrnartól. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. júní. Sumarið er komið aftur eftir svakalegt hret sem gerði í vikunni. Það voru svakalega myndirnar sem við sáum að norðan ekki síst. Og við skulum vona að búfénaður og tún hafi komið nokkuð óskattað undan þessu öllu að sólmuni skína í heiði þar sem elliðu sumars. Fyrr í vikunni mættu stelpurnar okkar í kvennalandsliðinu Frökkum, skildu þar með jafntefli, ótrúlega öflugur leikur á nýjum Laugardalsvelli við óskum íþróttarhefingunni til hamingju með þá aðstöðu alla. Það var áhugavert að sjá að Guðmundur Ingi Kristinsson, ráðherra málaflokksins íþróttana, hann var eini ráðherrann sem mætti á svæðið og það gerði reyndar borgarstjórinn líka, Heiða Björg Hilmisdóttir. En þegar leikurinn fór fram, þá var ráðafólkið allt horfið að vettvanginn nema ráðherrann sjálfur. Borgarstjórinn lét ekki sjá sig og engin annar ráðherra í ríkisstjórninni, ekki einn einasti kvenráðherra. Þetta er áhugavert og mér skrítið að þessi hópur skuli ekki sýna kvennalandsliðinu meiri virðingu en því ber og ég velti fyrir mér hvort að þetta fólk muni þá nokkuð láta sjá sig í Sviss í sumar þegar að landsliðið mun leika gegn öðrum stórþjóðum. Ég tel nú reyndar mjög líklegt að það fólk muni á okkar kostnað fara og skreita sig fallegum fjöðrum með landsliðinu. En það eru fleiri mál. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hún hefur tilkynnt að hún ætla að setja 25 milljónir króna í áróðursmál fyrir Evrópusambandið. Ég vikum saman reynt að fá hana hingað til mér til þess að ræða mörg stór og brýn mál sem tengjast utanríkismálum. Hún hefur reynda verið mikið á faraldsvæti og svörin sem ég fengið hafa verið þau að ekki hafi verið hægt að koma því fyrir í dagskrá. Nú hefur hins vegar hljóðið aðeins breyst í ráðuneytinu og því einfaldlega lýst yfir að hún mun ekki koma hingað á svæðið. Það er undarlegt í meira lagi í ljósi þess að hún segist vilja efla umræðu Evrópusambandið og fleira og hún fer allar koppagrundir heimsins og ræðir þar mál og er með yfirlýsingar fyrir hönd þessara smáþjóðar sem við tilheyrum. Mér skrítið að ráðherrann hafi ekki dugið sér til að mæta hingað á þennan umræðuvettvang til þess að taka alvöru spjall þessi mál gagnvart Íslendingum sjálfum og það væri bragabót ef hún myndi láta sjá sig einhvern daginn. Hún er reyndar að reka mál núna fyrir þinginu sem komin nokkuð óvart. Það var lagt fyrir 28. maí og tekið til umræðu í gær. Það lítur að því að það á að flytja málefni vegabréfs áritana frá Útlendingastofnun og inn í utanríkisráðuneytið. Það er gefið upp að það sé gert vegna mikillar eftirsóknar eftir vegabréfsáritunum og að auka þurfi afkastagetu í málaflokknum. Allar Schengen-þjóðirnar sem við tilheyrum er að reyna að þrengja þetta skráargat, er ekki að reyna að auka á það að fólk utan Schengen-svæðisins geti komið hingað og það þarf að vanda mjög til verka þegar vegabréfsáritanir eru veittar. Ég velti fyrir mér af hverju verið er að standa í þessum æfingum þegar landamærin standa berskjölduð og búið er að reka lögreglustjórann af Suðurnesjum. Mér finnst að stjórnvöld skuldi okkur skýringar og þingheimur verður að halda vöku sinni gagnvart þessum fyrirætlunum ráðherrans. Nóg það. Hér eftir örskamma stund koma þeir Björn Ingi Hrafnsson, fjölmiðlamaður og aðstofamaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar til mín og Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsleiðtogi af Akranesi. Við ætlum að ræða fréttir vikunnar. Svo Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri og í lok þáttar Brynjar Karl Sigurðsson sem er einn frægasti íþróttaþjálfari landsins og mikill styr stendur hann og íþróttafélagið hans Aþenu þessa dagana. Ég ætla að ræða við hann stöðu mála þar. Ég minni síðan líka á bókaklúbbinn okkar góða sem þið getið skráð ykkur í ykkur á kostnaðarlausu. Bókin 1984, stórvirki George Orwell frá 1947, leggur þar til grundvallar þennan mánuðinn, hvet ykkur til þess að setjast niður og lesa hana og fylgjast með umfjöllunum bókina eftir því sem líður á mánuðinn. En áður en kemur að fréttum vikunar, þá er það þetta, gjörðu svo vel. Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land síðastliðinn sunnudag, enda er það að minnsta sem þjóðin getur gert að heiðra hetjur hafsins einu sinni á ári. Það er sko sjómönnum að þakka að landsmenn lifa við allsnægtir. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Við erum náttúrulega bara að halda upp á það við litlu mergsögurnar. Við færum auðvitað ekkert að fagna einhverjum degi ef við myndum ekki græða á því. Er það nokkuð? Ég veit það ekki. Mér finnst samt sjómennskan eitthvað smá eggjandi. Eitthvað svona röff stöff eitthvað. Og ég elska sjómenn, en ég elska samt eiginlega útgerðarmenn aðeins meira. Peningar gera fólk bara eitthvað aðeins meira kjút. Veit ekki alveg af hverju, en
Þess vegna ég náttúrulega algjörlega á móti nýja veiðigjaldinu. Það eiga nefnilega ekkert allir að eiga séns á því að vera jafn gorgeous. Það ekkert spennandi. Oddfríður dómsmálaráðherra heiðraði hetjur hafsins með því að skella sér í sjómannamessu í dómkirkjunni ásamt Hönnukötu sem reyndar nefndi ekkert að hafa fyrir því að óska sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með daginn í gegnum samfélagsmiðla en hafði samt fyrir því að pósta sömu myndinni tvisvar af dætrum sínum sem voru að útskrifast. Það alltaf einhver útskrifast hjá henni fyrir það fyrsta en ég bara velti fyrir mér hvort að þetta sé kannski bara merki að hún sé orðin svolítið miðaldra. Það gæti verið. Hjarta Höllu Hrundar slær fyrir Ísland. Hún sennilega mesti Íslendingur allra Íslendinga. Í það minnsta hún ástríðufyllsti Íslendingurinn. Hún elskar íslenska hestinn meira en allt, en hún elskar ekki síður fiskinn í sjónum við strendur Íslands. Hún eyddi sjómannadeginum í Grindavík við íslenskustu aðstæður sem fyrirfinnast. Við höfnina í Háaðarroki á virku eldsvæði. Jenny Jaxl hélt sjómannadaginn hátíðlegan heima á Eskifirði líkt og sjá má á þessari myndafærslu. Svo tók hann Sigurjón Þórðarson í smá bóndabeyju í ræðustól Alþingis líka. Það sko ekki ástæðulausu að þessi maður sé kallaður Jenny Jaxl. Kay Frost Jordan stillti sér upp við sillu við sjóinn. Þetta svona stúlkan sem starir á hafið væp dauðans. Já, þarna pósar sem sagt forsætisráðherra bara við auðugustu fiskimið jarðkringlunar og hún segir það líka í myndafæslunni að þetta eigum við bara allt saman, ég og þú og allir hinir. Af hverju hefur enginn sagt manni það fyrr? Þá myndi maður kannski keyra göturnar á einhverju öðru en notaðri riðhrúa af bland.is og kannski búa einhverstaðar annars staðar en í pappakassa í Hlíðunum. Jesus Christ! Það ekki laust við að ég hafi fengið smá hland fyrir hjarta í vikunni þegar ég skrollaði gegnum samfélagsmiðlana hjá sjálfu kónginum og fann enga sjálfu, bara einhverja grútleiðilega og þurra statusa einhverjar forsetakosningar í Pólandi. Hverjum ekki drull? Ég fór næstu að gráta, ég viðurkenni það, en svo ákvað ég að prófa að biðja til Guðs að Pavel myndi deila í það minnsta einni selfie. Og vitu menn, ég var bænheyrð. Thank you Jesus! Það sprakk augljóslega aðeins á taugakerfi Ingu Sæland á dögunum þegar hún gjörsamlega misti sig og óvart allt kúlið yfir umræðinu strandveiðarnar. Já, det bara veldig sprungnervusystem hennes og hún gerðist bara allt í einu eitthvað netröll. Það sem hún drullaði yfir allt og alla á fésbókarsíðu sinni en þú veist, vá, elsku hjartans Inga mín. Það ekki hollt að vera svona reið. Við sendum þér sól í hjarta, hérna úr hádegismóum og bara kærleiks knús. Ævintýri borgarstubbana, Tingi, Vingi, Dipsy, Lala og Pó heldur áfram að skrifa sig og fóru þeir aldeilis á kostum á dögunum. Halló! 2000 ný leikskólapláss munu líta dagsins ljós á næstu 5 árum. 2000! Do you hear me? Spretthópur leikskólamála hefur samþykkt allar tillögur fjölgun leikskólaplássa og nú munu því nýjir leikskólar rísa upp alla borg á mettíma. Ferlinu verður flýtt með ýmsum brellibröðum og maður segir bara ég heyri svo vel, ég heyri vanda skapast, ég heyri svo vel, ég heyri loforð glatast, ég heyri svo vel, ég heyri myglu myndast, heyri raka skemmtum, heyri fúa sveppum og sé brákar borg. Stubbar segja bless bless. Bara ef Togga Gunn hefði fengið aðeins betri og ítalegri starfslýsingu með þessu blessaða utanríkisráðherrastarfi, þá hefði hún kannski ekki einu sinni þegið það. Vitið hvað mikið að gera hjá henni eða? Fullt sem sko ekki einu sinni listaði upp í ráðningarsamningunum eða neitt. Hún hafði ekki alveg gert ráð fyrir því. En á dögunum leit Þorgerður Katrín yfir farinn veg sem ráðherra síðustu mánuði og full þakklætis yfir því að geta verið rödd þjóðarinnar á alþjóðavettvangi. Þú ert alveg ágætt, elsku Þorgerður. Íþróttafríkið og fótboltabullan Jón Gnarr hefur loksins fundið sér lið til að halda með í íslenskum íþróttum. Eftir 58 ára leit af rétta liðinu fann hann lið sem hjarta hans sagði að væru honum samboðið og hér má sjá nýjasta ÍR-inginn Jón Gnarr. Þvílík og önnur eins viðbót við neðra Breiðholtið. Það samt spurning með hvort að þessi nýji svipur hafi fylgt með inngöngunni í IR. Eða hvort þetta sé einhver Stjána bláa stæling. Ég átta mig ekki alveg á því. Komiði sæla nýjum. Það smekkfullur þáttur framundan hjá okkur. Það von á Seðlabankastjórinn hér, innan skams Ásgeir Jónsson verið hér og Brynjar Karl Sigurðsson, íþróttaþjálfari með meiru. En áður en að því kemur hef ég fengið hingað 2 góða gesti sem oftast liggja á skoðunum sínum en alls ekki alltaf og síst af öllu þegar ég kveð á
til ráðuneytis við mig. Það eru þeir Vilhjálmur Birgisson, verkefnisleiðtogi á Akranesi og formaður Starfsgreinasambandsins og Björn Ingi Hrafnsson sem fjölmiðlamaður með meiru en núna líka aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins. Velkomin báðir tveir. Takk. Og eigum sama afmælisdag. 5. ágúst, það er rétt. Heyrðu það og styttist í það. Já. Og ég verð 60 þá, sko. Ekki vissi þið væru jafnaldrar. Það vissi ekki margir. Heyrðu, það að mörg að taka þetta í fréttum vikunar. Vilhjálmur, eitt af því sem að menn hafa verið að fjalla síðustu daga og þú hefur lagt orðið í belgum, það eru launahækkanir æðstu embættismanna, 5,6%. Eftir reiknilíkanir sem að menn settu á til þess að reyna að ná sáttum kerfið, það virðist ekki vera hægt að finna leið til þess að reikna þessum ágætu mönnum laun, öðru sem að þú verður brjálaður í hvert eitt sinn? Nei, ég held að grundvallaratriði í þessu máli liggur náttúrulega í því að 7. mars árið 2024 þá tók verkalýðshreyfingin mjög svona stóra ákvörðun sem að lauta því að vinna bug eða skapa skilyrði til þess að ná niður hér verðbólgu, ná niður vöxtum, þar sem við myndum ná að auka ráðstöfunartekjur okkar fólks með því að sjá vextina fara niður. Vextirnir voru hvað í svona húsnæðislánu voru þetta í kringum 11% og verðbólgan var í 8% þegar við hófum þessa vegferð. Við sömdum með hóstiltum hætti 23.750 krónur handa taxtafólkinu og almennar launahækkanir upp á 3,5%. Og við gerðum þetta á grundvelli þess að allir myndu axla sína ábyrgð og taka þátt og ekki bara vinnumarkaðurinn í heild sinni heldur líka fyrirtækin. Það voru fyrirtækin sem stigu fram og lýstu yfir að þau ætli ekki að hækka verðlag í 6 mánuði, þannig að þetta fór virkilega vel á stað. Og ég vil samt segja það að þetta hefur skilað árangri. Við erum með verðbólguna núna í 3,8% og ég tel okkur eiga þátt í því að hafa skapað þessi skilyrði. Þess vegna kemur það aldrei óvart að sjá síðan æðstu ráðamenn íslensku þjóðarinnar taka 5,6% á sama tíma og við hámarki okkur var 3,5%. Og ég hef nú verið að skoða þetta og það sló mig illilega vegna þess að við höfum lagt sérstaklega áherslu á að hækka lægstu launin svona síðustu 10 ár eða svo. Og þegar ég fór að rýna í þetta, þá sé ég það að lægsti taxtina verkafólks hefur farið úr 229.000 upp í 452.000, hefur hækkað 97%. Þá datt mér í huga að skoða hvað hefur nú þingheimur hækkað Þá tek ég eftir því að á sama tímabili, frá 1. maí 2015 til dagsins í dag, þá hafa alþingismenn og æðstu stjórnendur íslensku þjóðarinnar hækkað 114%. Ég ætla nú ekki að nefna krónutölurnar sem er en svakalegra þetta. Já, þetta myndi þýða það að ef við höfum fengið sömu prósentuhækkanir og þingmenn og ráðherrar, að þá væri lægsti taxti Starfsgreinasambandsins og Eflingar 76 krónum herri heldur en er í dag. Á sama tíma, og takið eftir á sama tíma, höfum við fengið á okkur í verkalýðshreyfingunni að við séum svo óábyrg. Við séum hér að heimta allt og mikið og við séum að stöðla hér á óstöðuleika og þetta sé ónýtt vinnumarkaðsmódel og ég veit ekki hvað og hvað við þurfum að horfa til Norðurlandana. En ekki nær að þetta fólk líti bara þá í eigin barm. En þetta ekki eitthvað reiknilíkan sem ég meina, ykkur leist ekki illa á það að menn skyldu leggja niður kjararáð eða hvað þetta hét? Já, það var kannski eðlilegt á sínum tíma, ef ég manni það nú rétt að þá kom nú bara 46% hækkun bara, þá var að vera að leiðrétta og voru gefnir eitthvað fórstur. Ég ætla líka að segja, ég ætla ekki að leggja mat á það hvort að þingfararkaupið sé of hátt eða lágt. Uglust það allt og hátt fyrir sumarþingmenn og auglust það allt og lágt fyrir aðra. Ætlar að nefna einhver nöfn? Nei, ég ætla ekki að nefna neinn nöfn. Þetta er bara með þeim hætti, ef þú ert að vinna vinnuna þína og vera þingmaður, ef þú ert alvöru þingmaður, þá held ég að þú sért í vinnunni 24 tíma sólarhring. Alvöru þingmaður sem er að leggja sig í líma við að fylgjast með og síðan að hafa samband við kjósendur og annað slíkt, þá held ég þetta sé bara mjög krefjandi og mikið starf. En ég held að sumir þingmenn sem að mér hefur svona hort í gegnum árin og áratugina, oft segir maður, er þess á þingi? Maður bara átt að sig ekki á því, hann sé þar
Þannig að ég held að þetta sé bara mismunandi, ég ætla ekki að leggja mat á það hvort að launin séu of há eða ekki. Ég held að þau séu of lág fyrir suma sem leggja mikið á sig en of há fyrir aðra. Ég meina, það verið að reyna að búa til kerfi sem einhvern veginn sé bara sjálfvirkt, að þetta sé ekki einhvern veginn matskennt. En af hverju kemur þetta alltaf þannig út að Vilhjálmur brjálast? Ekki hægt að hlífa gamla manninu? Af því að þetta hópur sem liggur vel við höggi og það er greinilega ekki hægt að finna kerfi sem allir eru 100% sáttir við. Ég meina, ég skil allt sem að hann segir en þarna eru náttúrulega komnir núna töluvert mikið af fyrrandi kollegum þínum í þingstörfin sem hafa sýnt að þeir eru mjög snjallir samningumenn, ekki síst fyrir sjálfa sig. Og Neyðarsjóðsmennir miklu. Já, ég meina, já, bara heldur betur. En það verður aldrei fullkominn friður þetta en það eru greidd laun fyrir þetta og þetta bara niðurstaðan. Og hvað til ráða? Mér langaði kannski til að setja þetta í samhengi við annað, af því að núna liggur fyrir þinginu tillaga sem að ríkisstjórnin ætlar að keyra í gegn, þar sem að menn taka almannatryggingarnar og tengja við launavísitölu. Fjármálaráðuneytið og eiginlega allir segja, heyrðu, þetta er ekki góð niðurstað því að þetta getur ollið misgengi á markanum gagnvart lægstu launum og öðru slíku. Þau segja bara, skiptir okkur ekki máli. Eru þessi kerfi öll einhvern veginn bjöguð og rugluð, Vilhjálmur? Já, ég held að séu öll bjöguð og rugluð og við skulum bara skoða bæjarstjórnum vítt og breytt um landið. Flestir þeirra eru tengdir, laun þeirra eru tengdir við launavísitölu og þetta eftir ekki bara einu sinni ári, heldur tvisvar. Fá það sem kumulatíft hækkanirnar. Þannig að ég held nú að ráðamenn eigi að líta sér aldrei nær hvað þetta varðar. Ég hef líka séð sum sveitarfélög taka það upp, ekki sum, þau eru fá, en það sem að menn eru farin að tengja gjaldskrárhækkanir við launavísitölu. Og ef að allar hækkanir á íslensku í íslensku þjóðfélagi eru tengda við launavísitölu, þá er kaupmáttur á Íslandi alltaf 0. Kaupmáttaraukningin? Kaupmáttaraukningin er alltaf 0. Þannig að það er galið að gera þetta með þessum hætti. Við þurfum bara að taka höndu saman það að reyna að halda niður verðlagi á sama tíma og það gerist að verðlag er stöðugt, vextir eru viðunandi, þá liggur fyrir að íslensk verkalýðshreyfing þarf ekki að sækja eins hratt fram. Við getum ekki, þegar að vextir hér á húsnæðislánum óverðtryggðir eru hér í kringum 9% pluss, gert annað heldur en að reyna að bæta stöðu okkar fólks með því að sækja það þegar við höfum tækifæri til, þegar að kjarasamningar eru lausir. En við lögðum áherslu á það í síðustu samningum að reyna að fara aðra leið, auka ráðstöfunartekjur fólks með því að sjá verðlag fara standa í stað, sjá vextina fara hratt niður og þar eru stóru tölurnar fyrir okkar fólk. Það er fullt af okkar félagsmönnum sem eru á leigumarkaði með vísitölu tengingar þar. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvað leigan er að hækka þegar verðbólgan var hér í kringu 10%. Og þessi hækkun fasteignaskatta núna sem er svona rosaleg hjálpar ekki til þar. Alls ekki. Og öll þessi svona sjálfvirkni veðing, nú er Seðlabankinn í rauninni búin að reyna að halda fasteignamarkaðurinn niðri, samt er fasteignaverð á svona miklu uppleið, þrátt fyrir að það sé ekki að seljast endilega mjög mikið og það er þessi sjálfvirkni veðing. Þetta er svona bóludæmi, þannig að þegar að vextirnir fara svo vonandi á næstunni eitthvað niður, hvað haldið að gerist þá? Það verður snögg hækkun á fasteignamarkaði og ennþá erfiðara fyrir fólk að komast þar inn. Þetta er algjörlega fyrirsjáanlegt. Og fasteignamatið hækkar og fasteignagjöldin. Vísitala neysluverðs aftur upp og við byrjum aftur. Þetta er íslenska leið. Það sem vantar bara í íslenska pólitík, það er kjarkur og þor við það að segja við almenning að nú er staða sveitarfélaga ríkis með þeim hætti að við eigum ekki til pening. Við þurfum að leita annara leiða til þess að ná niður hér hallarekstri sveitarfélagi. Við sjáum bara hvernig sveitarfélagi hvað þau skulda. Við vitum að ríkissjóður er að greiða hér hvað yfir 100 milljarða í vaxtagjöld. Á sama tíma þá þarf að gæta aðhals bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Þarf að skerða þjónustu. Það getur komið til þess. Það er ekki hægt að hafa það þannig að allir geti fengið allt. Það er bara ekki hægt. Seðlabankastjóri sem er að koma hérna eftir, ég meina staðan er þannig að hann getur ekki haldið áfram. Hann er í rauninni búin að segja að vaxtalækkunarferlinu sé lokið í bili nema verðbólgan fari meira niður og ríkisfjármálin
þessi nýja ríkisstjórn núna að fara að leggja fram í haust sitt fyrsta fjárlagafrumvarp, þá sjáum við loks á spilin hjá þeim, vegna þess að stórun hluta til hafa þau verið að leggja fram mál sem eru frá fyrri ríkisstjórn. Þá koma áherslurnar í ljós. Og ég get ekki betur séð heldur en að það standa til dæmis til að margfalda framlög til öryggis- og varnarmála. Það er fundur í næstu viku á NATO þar sem er verið að tala 5% af landsframleiðslu. Og það verið krafa á Ísland líka? Já, sko, hinga til hafa ráðamenn Íslands alltaf farið á þessu fundi og sagt, fyrsta setningin við erum herlaust þjóð, við erum aðilar að NATO og með varnarsamningu við Bandaríkin. En mér finnst einhvern veginn tóninn núna vera þau að við viljum vera þjóð meðal þjóða og gera meira og það virðist vera ekki margir grein fyrir því hvers konar ógnartölur það væru, milljarðatugir, 100 milljarða, sem við erum þá að setja í það og það bara á kostnað allra annara kerfa. Það það sem til dæmis Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, löngum búin að segja í ávarpi til sinna þjóðar. Við þurfum að auka, það eru ógnir í heiminum. Hún átti bara heiðalegt spjall við sína þjóð og sagði við verum að skera niður í öllum hinnum kerfunum, breyta eftirlauna aldrei og svo framvegis, vegna þess að við höfum ekki efni á þessu. Aftur að almannatryggingum, af því að nú segir félagsmálaráðherrann, já þetta kostar 0-10 milljarða eða eitthvað svo, það engar greiningar að þér virðist til það. Fjármálaráðuneytið varar við þessu, auðvitað vilja allir styrkja stöðu og hlaða undir þá sem að minnst mega sín og þurfa að sækja á náðir þessa kerfis Vilhjálmur. En þið hafið meira sér að vara við þessu. Ég bara, var að núna klára umsögn fyrir Starfsgreinasambandið sem að kemur núna inn til Alþingis, þar sem við erum að gagnrýna þetta harðlega, sem að lítur fyrst og fremst að því að lífeyriskerfið okkar bara þannig uppbyggt að það svo ósanngjarnt. Það ósanngjarnt að því leytinu til að það starfatengt, þar sem að við erum með allt verkafólki, allt fólkið í erfiðis vinnu í sömu sjóðunum. Það sem örorkubyrðin Það sem að örorkubyrðin, 90% af örorkubyrðinni liggur hjá verkafólki. Já. Hjá hinum þetta ekki vandamál. Hún ekki á LSR. Og við skulum átta okkur á því að árið 2024 framlag til jöfnunar og örorkubyrði 7,1 milljarður og það var gert árið 2007 var samkomulag það vegna þessara stöðu verkamannasjóðana að jafna örorkubyrðina með þessu framlagi þannig að allir sjóðirnir stæðu jafnt. Kemist jafnvægi á kerfið. Í því felst samtryggingin. Núna þetta framlag komið niður í 4,5 milljarða og í fjármálaáætlun meira segja þessara ríkisstjórnar liggur fyrir 0 á næsta ári sem þýða gríðarlega skerðingu fyrir verkafólkið og ég spyr hvaða sanngirni fólkinni því að verkafólkið eitt og sér þurfa að axla þá ábyrgð að standa straum af allir sinni örorkubyrði meðan aðrir þurfa þess ekki. Opinberir starfsmenn, þeir þurfa náttúrulega ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu í gegnum launagreiðenda ábyrðina sem var hér við líði lengi vel. Hjá verslunarmönnum, hjá iðnaðarmönnum örorkubyrðin miklu minni. Þetta svo ósanngjarnt. Þetta ætlar að sitja niður 0 á sama tíma og þeir ætla að keyra upp þessa launavísitölu. Mér sýnist að það eigi að fjármagna þessa breytingu á örorkukerfinu með því að láta verkafólkið að stórun hluta axla þá ábyrgð. Hvað segir Inga Sæland við þessu þegar þú talið við hana? Núna vorum við bara að fá þessar upplýsingar. Þetta var lagt fram núna á mánudaginn, þetta frumvarp og við höfum náttúrulega verið í samtali við stjórnvöld ASÍ hefur séð þann þátt. Ég tók þetta mál upp á miðstjórnarfundi Alþýðusambandsins og við höfum verulegar áhyggjur af þessu og ég hef sagt ef að þetta verður raunin að framlegið eigi að detta algjörlega niður og þessi þáttur sem að lítur á því að lífeyrissjóðir mega skerðar greiðslur frá Tryggingastofnun það á að detta út núna 1. september sem þýðir 12% aukningu á mínum lífeyrissjóði sem við þurfum að borga meira til í örorku sem þýðir þá skerðingu gagnvart ellilífeyrissjóðunum sem eru byrjar að taka út og réttinda ávinnslan mun fara niður. Þetta eru 12% sem að þetta mun aukast. Ef að stjórnvöld vilja fara þessa leið gott og vel, ekkert mál, en þá þarf að auka í framlagið til jöfnunar og örorkubyrði til að kóvera þessi 12% sem við erum að lenda í. Nú þegar vantar 68%
aukning á framlæginu inn í framlæg til jöfnunar og örorkubyrði í festu lífeyrissjóði takið eftir 68% sem okkur vantar, sem þýðir svona 2,5% sem að við erum með lakari réttindi heldur en aðri sjóðir. Ég ætla samt að segja að Gildi, Stapi og fleiri verkamannasjóður eru í sömu stöðu og við. Það þarf að auka í framlægið. Ef að ríkið vill það ekki, þá held ég að sé einsýnt að aðila vinnumarkaðarins og sérstaklega hérna stéttarfélögin munu íhuga það sterklega að ríkið taki bara yfir þennan þátt lífeyrissjóðskerfisins sem að lítur að örorkunni. Þeir bara fá þetta til sín. Og sjá, ég meina þetta sýnir bara, forsætisráðherra var spurðum þetta í gær og ég vek athygli á því að þessi nýja ríkisstjórn, forsætisráðherra er farin að koma aftur og aftur og segja að það víst góð samstaða. Reglan er svo, þegar maður þarf alltaf að vera að segja þessi góð samstaða, þá hún það venjulega ekki. Og eins og þú segir, fjármálaráðherra búin að vara við þessu. Það ráðuneyti sendur inn umsögn. Akkurat. Það auðvitað gert í nafni ráðherrans. Það ábyrgð á algjörlega ábyrgð viðkomandi ráðherra. Og forsætisráðherra kom í gær í þinginu og sagði að þetta væri samt það sem ætti að gera og þetta hefði verið samþykkt á ríkisstjórnarfundi. Ég meina þá það bara þannig. Og þetta kannski annað máli, ég meina strandveiði dæmið annað, þar sem að Hafró segir bara, heyrðu, þetta mjög óskynsamlegt. Þetta bara ruglar öllu kerfinu og þetta gegn vísindalegri ráðgjöf. Þau koma samt og segja, við ætlum samt að gera þetta. Og aftur í fjármálaráðherra líka í skotlínunni. Nýbúin að segja það, þetta sé óhagkvæmasta kerfið sem til Og þar það aftur þannig að það var stór auka heimildir, allavega á þessu fiskveiðiári og finna svo út úr restinni seinna. Og eins og Vilji segir, ég meina það alveg ljóst að ef maður tekur einhvers staðar, þá þarf að bæta það upp annars staðar. En það er verið að redda sig fyrir horn og reyna að láta svona hlutina að ganga upp tímabundið. Ég meina flokkur fólksins sem var algjörlega á móti aðild að Evrópusambandinu og sagðist alltaf berjast gegn bókun 35, greinilega núna búin að samþykkja bókun 35 eigi að reyna að klárast núna í vor. Það komið á dagskrá þingsins. Það greinilega verðmiði fyrir það að hafa fengið strandveiðnar í gegn og þetta svona klassist, nú eru menn farnir að setja upp það sem ég fæ og það sem þið fáið á móti og flokkarnir þurfa viðreisn að keyra mál áfram sem að þau hafa enga trú, sjást ekki í þingsal að því þau vilja ekki ræða þetta og flokkur fólksins mun núna allur fara í felur þegar bókun 35 kemur vegna þess að þau eru nýbúin í kosningabaráttu þar sem Ingalsaland sagði að kemur ekki til greina. Þetta svona, íslensk pólitík. Ég fylgst með þessu strandveiði máli og svona nú stilt stundum á Alþingisráðinu til að fylgjast með því og það alveg ljóst að ef það á að uppfylla 48 dagana og leyfa hverjum og einum að skila inn rúmum 700 kílóum per dag þá mun það þýða mjög mikla aukningu á þeim aflaheimildum sem verða veidd á þessu ári og það verður ekki tækt að gera þetta öðruvísi heldur en að auka þá bara í heildar aflamagni sem að má því að ég hjó eftir því að þegar ég var að hlusta á þessu umræðu að þá á að skerða á ári 2 og 3 hvað ætla þeir að gera ef að veiðarnar verða núna 20.000 tonn en voru 10.000 í fyrra ætla þeir þá að segja að það verður bara 2-3.000 tonn næsta ári þetta verður aldrei svona það sem að mun annarkvort gerast er að það verður tekið af heildarpottinum og það nú að tala að taka byggðakvótana og skil og uppbæturnar og þetta allt og setja þar inn í. En ég held á endanum muni þetta bara enda í því að það verður ekki farið eftir veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Ég held að það sé... En það ekki mjög alvarlegt mál? Jú, ég meina þá Sigurjón Þórðarson... þá ekki hægt að sleppa þessari stofnun? Jú, ég meina þá Sigurjón Þórðarson samt bara orðin í rauninni yfir sjávarútvegsráðherra vegna þess að gamla sjávarútvegsstefna Frjálslyndaflokksins sem hann satt á þingi fyrir nokkrum árum hún gekk út á þetta. Hann segir bara eins og gagnvart strandveiðunum, þetta eru aðrir fiskar. Þetta ekki hluti af... Þetta hefur engin áhrif á stofnstærðina. Nei, menn þá bara Viðreisn og Samfylkingin búin að taka upp þessa sjávarútvegsráðgjöf Sigurjón Þórðarsonar. En Sigurjón hlýtur að vera uggandi, ég veit Vilhjálmur, að minnstakosti þú hefur verið í samtali við strandveiðisjómenn sem hafa verið á Breiðafirðinum út frá Patreksfirði. Það mjög lítill fiskur í hafinu núna. Það ekki að fiskast vel, ekki bara vegna veðurs.
Netaveiðar í vetur voru alveg, það var ævintýralegt fiskir í vetur. Ég þekki aðeins til þar, ég nú gamall sjómaður, gamall trillusjómaður, þannig ég þekki vel til. Það gekk vel? Það gekk vel og þetta náttúrulega bara dásamlegt að vera á hafinu, sko. Ég var á togurum, ég var á trillónum og ég var á vertíðabátunum og svo framvegis. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það náist einhver skonar sátt þetta mál, þannig að menn geti hort fram á veginn. Það enga líkur að ná sátt þetta mál. Nei, ekki. Af hverju eru að bjóða upp á frasan? Við skulum bara átt okkur einu að sjávarútvegurinn sú atvinnugrein sem hefur gert okkur að því samfélagi sem við erum í dag. Það mættu bara fleiri átt að segja á þessari mikilvæg staðreynd. Við stöndum í þakkarskuld við sjávarútveginn. Auðvitað hefur margt gerst sem hefur skapað þessa gremju þjóðarinnar við útgerðina, en það grátlega í því í raun og veru að svo gremja lítur að þeim sem eru farnir úr greininni. Ekki þeir sem eru að sækja þjónuna. Ekki þeir sem eru í greininni í dag. Og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var nú á Sprengisandur síðustu helgi og talar til útgerðarmanna eins og að þetta séu glæpamenn og segir það sem þessir menn hafa gert og þar hann til göttum, það er verið að ala á óvild í garð þessa atvinnuvegs í pólitísku Þetta er það versta sem gert og því miður allt og algengt í íslensku samfélagi. Það er það hvernig þjóðin oft á tíðum getur verið að hún fái kannski rangar upplýsingar hinnar ýmsu atvinnugreinar. Ég get tekið sjávarútveginn. Mér finnst það undarlegt að þjóðin sé í stríði við þessa mikilvæga atvinnugrein okkar. Ég þekki það síðan að eigin raun gagnvart annarri atvinnugrein sem stóriðjan, sem að til dæmis bara, ég ætla bara að taka sem dæmi. Kerfisbundi búið að tala niður. Hér hafa komið háttsettir aðilar í íslensku samfélag og talaðu með þegar bara loka þessu, bara hættum þessu og gerum bara eins og ekkert sé. Við þurfum ekki að búa til meiri virkjanakosti vegna þess að við þurfum bara að loka stóriðjuna. Skulum bara taka Grundartanga sem dæmi, 151 milljarðir útflutningstekjur á Grundartanga, 151 milljarður. Þetta eru 9% af útflutningstekjum íslensku þjóðarinnar. Á einum bletti. Á einum bletti. Svo er bara talað lokum þessu. Svo er talað líka að vera að gefa raforkuna. Hvað Norðurála greiði í raforku? Þeir að greiða svona 20-25 milljarða á ári. Hvað Landsvirkjun að borga í arðgreiðslur? Þetta er verðmætasta eign sem að íslenska þjóðin á, það er Landsvirkjun. Og reyndar hefur Hörður Arnarsson sagt það sjálfur að afkoma Landsvirkjunar væri ekki með þessum hætti ef ekki væri fyrir stóriðjuna. Það er stóriðjan sem hefur verið að skapa þennan arð, skapa það að Landsvirkjun að verða skuldlaust fyrirtæki sem orðin peningavél fyrir íslensku þjóðina, samt búið að tala með þeim hætti eins og ég bara loka þessu fyrirtækjum og þau skipti engum máli. Mér að minnist að þegar einn virtur læknir talaði að álverið í Straumsvík væri bara komið í öndunarvél og núna ætti bara að taka öndunarvélina úr sambandi. Ég skrifaði pistil á þeim tíma og spurði og beindi mínum orðum til viðkomandi læknis og sagði, heldur þú að það muni hjálpa að missa 60 milljarða útflutningstekjur sem að álverið í Straumsvík að skila Landspítalanum í Fossvogi? Hvar á að kaupa öndunarvélarnar? Hvar á að kaupa þær? Fólk verður að vita það að við Íslendingar, við byggjum okkar afkomu upp á því verðmætasköpun. Við þurfum að auka verðmætasköpun þannig að fólkið hafi vinnu. Það þarf að skapa fyrirtækjum góð skilyrði þannig að þau geti fjölga störfum og greitt góð laun. Það er þannig sem við öll vinnum. Á endanum rennur þetta stóru hluta til ríkissjóðs í formi hinna ýmsu skatta. Helmingurinn og meira til. Og það sem áhugavert í því að í kosningabaráttunni sem nú bara tiltölulega nýbúin, þar komu Samfylkingin og til dæmis Viðreisn svolítið fram með borgarlegar áherslur. Þau töluðu mikilvægi þess að stækka kökuna. Og ég held að alveg fylgið. Ég meina það voru fullt af fólki sem trúði því þegar Kristrún sagðist ekki alla fara í stríð við sjávarútveginn og ekki kollvarpa kerfinu. Samt það bara farið af stað. En þessar áherslur með það að fara í alls konar skattahækkanir í ferðaþjónustu, í sjávarútvegi, tvöföldun og eitthvað svoleiðis.
í staðan fyrir að fara í leiðir, eins og Villi segir, til þess að stækka kökuna, sem skiptir ótrúlega miklu máli. Ég var nú aðstofamaður Halldórs þegar slagurinn var hér Kárahnjúkavirkjun og það var sko bara mótmæla ganga niður Laugaveg með Vigdísi Finnbogadóttur í broti fylkingar af því að þetta væri svo hræðileg ákvörðun. Heyrðu, þetta hefur náttúrulega malað algjörlega gull. Þetta peningaprentunum. Já, ég meina, þú veist, Kárahnjúkavirkjun, þeir eru verið búin að borga nú upp. Stundum er nú erfitt að taka slagi pólitískt, en þá er betra að vita nokkurn veginn hvert maður vill fara. Og það er nefnilega rosalegt samhengi þarna á milli og í orkumálunum skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Þetta skiptir bara öllu máli og það er ástæði fyrir að aðrar þjóðir eru á fullu í að byggja upp alla slíka kosti. En við fórum í það meðal annars út af þessu að hlutum voru talaði niður og VG sem er nýkomuð ríkisstjórn hélt því alltaf fram að það þyrfti alls ekki að virkja meira, það þyrfti bara að losa einhverja stórnotendur. Það væri lausnin. Minnka tekjurnar. Tölandi bara ríkisstjórnina núna sem Kristrún fer fyrir, hún mynduð þarna 21. desember, maður hefur það á tilfinningu að það sé verið að keyra hluti í gegn í einhvers konar óðagoti. Það vantar upplýsingar í ríkisfjármála áætlun, varðandi veiðigjöldin, menn vilja ekki veita svör. Er þetta ekki þín upplifun, Vilhjálmur? Sko, það sem að ég hef haft það fyrir svona það stefna mín og mín samfaring að þegar þú fórustumann í stéttarfélagi þá átti ekki að vera eyrnamerktir einum ákveðnum stjórnmálaflokki, heldur fagna öllum góðum málum og þú átt líka að vera tilbúin til þess að gagnrýna stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig með kröftugum hætti. Þannig að kveiktur á diplómata nafnum. Já, það reyni ég að gera þó ég vissulega hafi mína pólitísku skoðanir. Það bara liggur alveg fyrir. En varðandi þetta þá eru þarna atriði sem ég til dæmis gert alvarlegar athugasemdir við. Það er verið að taka núna 2,5 milljarða af skattgreiðendum með því að taka samsköttunni í burtu. 2,5 milljarður, takk fyrir takk. En þetta var ekki almenningur? Nei, ef þú kallar til dæmis íslenska sjómenn ekki almenninga. Ef þú kallar sjómenn sem er að skapa hér verðmætin í íslensku samfélagi ekki bara almenning, þar sem að annar makinn þarf átt á tíðum að vera fjarri sínu heimili, nýtur ekki þeirra þjónustu, þeir eru búin að missa sjómannaafsláttinn sem voru nokkru milljarðar á sínu tíma, hann var tekinn að steikra mjög Sigfúsinu á sínu tíma, núna eru þeir að missa þetta líka. Svona tala gegn fjölskyldu einingunni, sko. Já, og ég er líka með fólk á stóriðsvæðinu sem að vinnur gríðarlega mikið, tekur margar aukavaktir, er kannski að reyna að berjast fyrir því að ná endur saman og ferð þá þarna upp og makinn sem að er þá kannski með lagari tekjur á meðan. Þannig að þetta fólk er alltaf verða fyrir þessu. Þetta er bara venjulegt fólk. Það er talað þannig eins og þetta sé ykkur örfáir forstjórar í kauphöllinni sem að heyri hér undir. En það er bara fullt af venjulegu fólki sem að þetta er undir. Og þetta er 2,5 milljarður. Síðan er það þetta stóra mál sem að núna lítur að okkur í verkalýðshreyfingunni að tekjulegsta fólkinu. Ég var í sambandi við aðstoðarmann forsætisráðherra í gær varðandi það mál og það er sagt að þetta verður ekkit svona, en hvernig verður þetta þá? Ég vil bara fá að vita það áður en að frumvarpi verður að lögum, hvernig á að verja íslenskt verkafólk, íslenskt lágtekjufólk fyrir þessum aukna kostnaði sem er verið að leggja það og þeim skerðingu sem að blasa þá við. Hvernig verður þetta með þingið? Við erum að velta fyrir okkur hversu lengi spursmál verða hér á loftinu fram að sumarfríi. Náðu þeir að ljúka þinginu á tilsettum tíma? Nei, klárlega ekki á tilsettum tíma. Starfsáætlunin er bara að klárast. Hversu marga daga þarf viðbót er ómögulegt að segja. Það bara fer eftir hvaða slægir verða teknir. Gamla reglan í þessu, ef við setjum í hlutverk greinandans, er það að stjórnarandstaðan vill hafa þingið sem lengst. Þá er hún endalaust í þeirri stöðu að geta sett stjórnina upp vegg, spurtur á þeirra spurninga. Þegar að líður á sumarið, þá vilja ríkisstjórnir koma þinginu frá til þess að hafa dagskrárvaldið. Og þess vegna nást alltaf samningar einhvern veginn með undraskömmum hætti allt í undir lokin þegar allt verið pikkfast. Ég held að það sé algjörlega ómögulegt að svona stór mál eins og veiðigjöldin komist í gegn. Nema þá bara verði fundir í allt sumar og ég veit ekki hvort að þau hafa slíka sannfæringu fyrir því. Þau þurfa líka að segja, sko, ríkisstjórnin er svo sterk að jafnvel þó að takist ekki núna, þá gerum við það bara í haust. Annars ertu svolítið að gefa í skyn að þetta sé svo mikið á nippinu að það verða að klára það núna eða bara alls ekki. Í pólitík er þetta svolítið þannig að maður þarf að láta fólk sjá, sko, ríkisstjórnin sína spilin og almenning sjá það.
Ríkisstjórnin tók við á mjög óvenjulegum tíma. Þetta svona hálft fjárlagafrumvarp, hún tekur við áramót. Í haust sjáum við fyrsta fjárlagafrumvarp þessar ríkisstjórnar. Þá sjáum við allar þessar áherslur. Þá sjáum við hvað þau ætla sér að gera. Þá koma erfiðu málin fram. Þá verður núningur milli flokkana. Það er bara ekki komið að þessu ennþá. Þetta verður ótrúlega áhugavert að sjá. Og vegna þess að Kristrún boðaði ábyrg ríkisfjármál og sagðist með sleggjuna sína að það fyrsta verkefni væri að koma vöxtunum niður. Þetta á bara allt eftir að koma í ljós. Og þá verður fylgst með öllu sem að gerast. Þangað til verður við svolítið að láta þau sjá að spila. Í pólitísku svona samhengi þá finnst mér þetta svolítið eins með Joe Biden. Donald Trump var búinn að segja hann gamall og ræður ekki við þetta, en við vorum búin að afgreiða það sem áráður Donald Trump. Eftir 1 mínútu í kappræðanum þá sáum við allur almenningur allan heim hvernig staðan var. Þannig að við þurfum svolítið að láta þau sína á sín eigin spil. Og það gerist í fjárlagavinnunni? Já. Ertu spenntur? Ég mjög spenntur. Ég hef bara mjög gaman að þessu. Ég verð að viðurkenna það. Vilhjálmur, ert þú ekki alveg bara spennt fyrir golfvertíðinni? Við erum allir þokkalega liðtækir golfarar. Jú, þetta besta sport sem til í heimi, þar sem að fjölskyldur geta sameinast, vinir og annað slíkt, hver og einni með sína forgjöf og þú spilar á þínum forsendum. Og þetta bara að vera út í náttúrunni og hlusta á fuglasöngin. Ég fór klukkan 6:45 morgun og spilaði 9 holur. Það svona kostur svona mjúkur hérna í Já, þess vegna góður svona mjúkur. Þetta bara dásalegt sport og þegar vellitir eru góðir og félagskapur eru góðir og þá fátt sem toppa það. Völlurinn á Skaganum, Jaðarsvöllur. Já, hann alltaf allt upp á Skaga upp á 10. Hvað nættu kallaður? Garðavöllur. Garðavöllur. Já. Mér sagt á þessu beinskeyttur á vellinum eins og í verkefnspólitíkinni. Ef ekki að taka hringi í sumar? Endilega. Bara ekkert mál. Við rennum á því upp á Skaga. Ekki spurning. Við látum græja tíma. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Vilhjálmur Birgisson og Björn Ingi Hrafnsson. Takk. Haldið ykkur fast. Hér eftir örfáar sekúndur. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, hann ætlar að ræða við mig vaxtastíð í landinu og horfurnar í efnahagsmálunum, hvorki meira né minna. Nú fylgir veglegur kauphauki með öllum símum í Galaxy S25 línunni frá Samsung. Galaxy Buds 3 Pro heyrnartól. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnaður Kia EV3. Bíll ársins 2025. Komdu og reynsluaktu. Askja. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Við þökkum Vilhjálmi Birgissyni og Birni Hrafnssyni kærlega fyrir komuna hingað að fara yfir fréttir vikunnar. Ein sú stofnun sem nú í fréttunum í eiginlega hverri vikum, það Seðlabanki Íslands. Og það mæðir mikið á mönnum í svörtuloftum. Hingað Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri kominn og ætlum að fara yfir stöðuna eins og hún blasir við honum í íslensku hagkerfi. Velkominn, Ásgeir. Já, þakka þér fyrir. Það er, eins og ég segi, mikið mætt á ykkur, þið hafið lækkað vextir hratt og hækkað á mikið líka eftir að þú tókst við. Núna eru það bjasa við að reyna að koma þeim niður úr hæstu hæðum. Hvernig horfir staðan almennt við þér? Þannig staðan núna þannig að vextir eru 7,5% sem mjög háu vextir og við höfum verið í síðustu 2-3 árin í kælahagkerfið sem hefur verið gríðarlega heitt, hún var það þannig. Verðbólga hefur verið að ganga niður síðustu 12 mánuði og við höfum getað fylgt einhvern veginn gert það samhliða, séð verðbólga lækka og lækka vexti og það var þeim grundirni sem við tókum 25 punkta núna í maí. En við höfum áhyggjur af framhaldinu, nákvæmlega hvort þetta muni ganga eftir, hvort að
við náum verðbólgu niður í markmiðið sem 2,5 og þannig við, eins og Peningasennin segir, einhverju markið við ætlum að náttúrulega bara sjá hvað gerist í sumar. Hvort við séum að ná þessum árangri áfram eða ekki. 2,5% markmiðið. Já. 3,8% núna. Það komin þetta skot í liðnum mánuði sem að menn hafa tallar áhyggjur af, hvort að það hefur verið tilfallandi út af páskonum og hvenær þá bara gardi. Raunvaxtastigið þrátt fyrir allt mjög hátt. Það að segja munurinn á vöxtónum, stýrivöxtónum og síðan verðbólgunni eins og hún mælist í landinu. Hvað segir við fólk sem að segir, þið getur ekki verið með þetta hér í 4% eða nærri því? Það góð spurning. Við erum búin að viðhalda 3-4% nær 4, kannski 3 í 12 mánuði eða meira jafnvel. Og það með því markmið að kæla hagkerfið niður, ná raunhagkerfið niður og það hefur gengið eftir. Þannig að svarið að bara hagkerfið alveg ótrúlega sterkt. Það að segja við sjáum verulega áhrif á einkaneyslu. Þannig að með við bara fólksfjölgunina sem í landinu þá einkaneyslu mann ekki aukast að niður marki. Og við sjáum verulega áhrif fólk að leggja peninga inn á bankareikninga, það mikill vöxtur í innlánum. En á saman tíma bara fjárfesting í gangi, byggingariðnaðurinn hefur verið á mikilli ferð en það skal við meira áhyggjur af að það sem við höfum verið að sjá merki innlendar kostnaðarhækkanir sem hafa komið út í verðlag síðustu mánuðum sem við höfum aðeins áhyggjur af. Laun hafa hækkað meira, heldur við höfum gert ráð fyrir, kannski 7-8% ef maður horfir á launavísitöluna. Þannig við höfum aðeins áhyggjur af því að það gangi hægar að bremsa kerfið af. Förum að sinna á vinnumarkaðinn í þessu sambandi. Fjölgun starfa, leyfir mér að segja samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar milli ára óveruleg þannig. Já. Það virðist vera einhvers konar högt í ferðaþjónustunni, það högt á fasteignamarkaðnum, getur kannski komið aðeins inn á þá eftir. Það var samið tilteknar launahækkanir sem að sumum þótti of mikið og öðrum þótti hólegt eða jafnvel of lítið. Þó að menn hafi samið á þessum nótum og hvatt menn til að halda sig við þær línur sem þar voru lagðar, að þá sjáum við að launaskriðið í kerfinu almennt talsvert mikið. Já. Hvað veldur því? Ég held það bara að minni reynslu, það sem hefur gerst það. Og þetta bara það sem að mínar álitanir að undanfarin ár hafa verið krónutöluhækkanir gangi og það búið að jafna út launastigann nokkurn veginn. Og það sem gerist bara það að þegar að iðnaðarmenn átta sig á því að handlangarar á vinnustað þeirra eru komin með sömu laun og þeir liggur við. Og bara fleira að allir sem eru með menntun eða ábyrgð hafa ekki fengið, eru bara komin á sama stað og þeir sem eru ekki með menntun og ábyrgð og eru óflæðir. Að þá verður mikið hreyfing til þess að reyna að fá fram kjarabætur. Annarkot með samningum, eins og bara kennarasamningarnir sem dæmi, eða þá að fólk fer og talar við sinni vinnund og segir kannski, heyrðu, ég veit ekki, smiður eða eitthvað, ég ekki nauðsynlegur á þessu vinnustað, finnst þér ekki ég skilji meira og það annar sem eiginlega bara með það sama og þá svona þrýstast launin upp og þetta hefur oft gerst áður. Í samningum alveg frá 2012 hefur megin áhersla verið lögð á lægstu laun og kerfið verið byggt upp þannig að þar hafa prósentuhækkanir orðið meiri í gegnum tryggðar krónutöluhækkanir. Þá þessi stefna vinnumarkaðarins eða verkfærishreyfingarinnar komin á endastöðu að þínu marki? Þetta fullreynt? Ég ekki að fara að taka ákvarðanir fyrir aðal vinnumarkaðarins eða ekki taka ákvarðanir eða segja þeim til en það náttúrulega ákveðin takmörk fyrir því hvað þú getur gengið langt í því að fletja út taxtana og þetta ekki fyrsta skipti ég á sínum tíma var nú efnahagsráðgjafi Guðmundar Jaka á sínum tíma og þá hefði verið mjög langur sem var 94, 95 og þá á þeim tíma hefði það sama gerst, þá hefði verið krónutöluhækkanir og þá rauninni sem gerist í kjölfarið það einhvern veginn að launastiginn hann eiginlega hálf sprakk, það að segja það var mikil óánægja hjá öllum faglegum stéttum og ég skal ekki segja hvort það gerist núna en það alltaf hættan við þegar við séum með svona. Þannig að þegar þú horfir á vinnumarkaðinn þá finnst þér launabilið á milli hópa það hverfandi?
Já, nokkurn veginn, og það held ég geti við vísa til að skýrslu þarna Hafrannsóknarstofnunar, hvað frá fyrir eittu fyrir það sem að kemur unni fram að menntun skilar ekki endilega hærri launum sem dæmi. En samantíma vil ég bara segja það að það náttúrulega ekki Seðlabankans að stjórna þessu eða lýsa skoðunum þessu beinlínis. Þó þig dreymi það. Nei, en það kannski skiptir máli fyrir okkur en þess að við sjáum kannski að það er meira launaskrið heldur en að kannski við höfum gert ráð fyrir. Það launaþátturinn eða vinnumarkaðsþátturinn, þú talar innlendar kostnaðarverðshækkanir. Hvar finnst þér það koma helst fram og hvað skýrir það? Sko það veikluð á sem við köllum svona innlendar framleiðsluvörur, vörur sem verið að framleiða innanlands, eitthvað leyti það matvörur, eitthvað að þeim vörum sjálfur sér verðlagstengdar, það eru eitthvað nefndið sem ákvarða það og ekkert óvolulegt að verðbólga fortíðar komið fram núna. Þú ert að tala kjöt og mjólk? Eða aðalega mjólk held ég. Já. En svona almennt séð, þannig við höfum aðeins ágjörð því að það sé komið sér hringarásastað, það er að segja að atvinnurekendur bara bregðist við hærri launum bara með því að velta út í verðlagið. En hafa þeir, nú talar ákveðin hópur og segir launagreiðendur, atvinnurekendur hafa borð fyrir báru, það er hagnaður í kerfinu og menn að skila arði og arðgreiðslur eiga sér stað í kaupallafélögum og annað. Á sama tíma segja fyrirtækin að þau bera sig ekki neitt sérstaklega vel. Já, það er svona reyndar eitthvað leyti misjafnt á milli greina sko. Ég held að kannski svona innlend framleiðslu fyrirtæki sérstaklega þau smærri séu ekkert endilega svakalega mikinn hagnað, það er mikið með það óvart. En þetta er bara, eitthvað er þetta svona almennt séð. Ég meina, þetta er það sem við höfum áhyggjur af varðandi þegar verðbólguvæntingar eru háar. Þá þýðir það einhvern veginn að fólk álítur að það sé eitthvað verðbólgu í gangi, kannski núna 3-4% og þá sé bara allt í lagi að hækka bara í samræmi með hann. Og það er einn helsti vandinn við peningastefnuna þegar og veldur því að það sem við á hagfræðimáli köllum tregða eða hún sé þrálát. Og þá er einhvern veginn að kerfi verði einhvern veginn bara meðvirkt með þessu. Og þetta er það sem við óttumst. En við sjálfur sér ég alveg bjartsýnn að sko við séum bara að ná tökum á þessu, þess að kannski þurfum að sjá hvernig sumarið fer. Annað sem er í gangi í fasteignamarkaðurinn eins og þú nefndir. Og það er eitthvað litið misvísandi því við sjáum enda á mælingum hækkanir á leiguverði og fasteignaverði. Saman tíma þá er framboðið aukast og við sjáum það að það tekur lengri tíma að selja og verðbólga án húsnæðis er ekkert mjög fjarri markmiði. Þetta er húsnæðis verðbólga sem hefur verið aðal vandi núna undanfarið. Og svo árum skiptir? Já, nokkurn veginn, í svona, einhver 3 ár nú held ég. Og það er ýmislegt sem kemur inn í það, skortur og framboði, það var ekkert byggt á hrunárunum, skortur og byggingalandi og ýmis kostnaði sem fylgir því og núna er byggingin komin á stað. Og það er verið að við erum ekki ráð fyrir því að það verði svona 3.500 íbúðir sem koma á markaði núna hverju ári. Sem nokkurn í samræðum við eftirspurnina en maður svona velti fyrir sér hvenær þessar hækkanir munu hægt að mælast. Já, nú spyr ég hagfræðinginn, hvað skýrir það að hækkanirnar tikka inn mánuð eftir mánuð en samt berast réttir af því að verktakar eigi erfitt með að losa nýbyggingar og heilu blokkirnar standa auðar án þess að fólk sjáu færa á því að kaupa sér nýtt þak yfir höfuðið? Ég gerir mikið alveg grein fyrir því og þetta er kannski rauninni einhver aðrir sem ætti að svara því eins og HMS að Hagstofan sko. En bara sem gamall hagfræðingur þá held ég það gæti verið nokkur þættir sem gerir til það að það eru það er viðskipti með eignir á sumum svæðum. Þetta er það sem mér hefur verið sagt eins og bara ég Hafnarfirði. Það er verið að byggja og það er að selja eignir. Og það geti alveg mælst þarna hækkanir þar sem komi yfir allir vísitöluna. Þó að það sé ekki hækkanir hérna í Reykjavík. Einnig líka geta verið eitthvað gæða leiðréttingar. Þú ert með íbúður sem eru í fjölbýlishúsi
og það líta eins út á pappír en samt munur á þeim, sumir eru með útsýni, aðrir ekki, sumir eru í skugga og það er íbúðir sem eru góðar seljast fyrst og það mæli sem hækkun en það er til mig að fullera þetta en þetta er réttaður, þetta er dálítið sérstætt að sjá eignum fjölga á sölu en samt mælist hækkun verði og maður velti fyrir sig hvort þetta séu einhverjur möguleikur hann mannmetnir gæðaþættir eða ómetnir öllu heldur eða eitthvað svæðisskipting en það er búið erfitt fyrir mig að fullera það þannig að Seðlabanki verður alltaf að treysta þeim gögnum sem við fáum og við verðum alltaf að virða, það eru sjálfstæðir aðilar eins og Hagstofan sem að safna gögnum og við verðum alltaf að virða sjálfstæðir þeirra aðila. En treystirðu tölunum frá Hagstofunni? Þið hafum ekki haft ástæðu til þess? Já, sko það er sérstaklega tölur Hagvist hafa verið uppfærðar en dálítið þjóðum sko en ég vil bara segja það að það er eftir í Seðlabankana því að það má aldrei lítið svo út að við viljum laga verðbólgutölurnar eftir á með því að við viljum hafa áhrif á því hvernig þið mælt. Þannig að við verðum bara að treysta því að það sé rétt gert og Hagstofan er náttúrulega mikil vandi eða mjög mikil gagnasöfnun sem Hagstofan stendur fyrir og ég held að stofnun standa alveg fyrir sínum. Margir sem hafa efasemdir að því að það var komið gríðarlega miklu leiðréttingar og reyndar hjá sérstu stofnun líka bara átt erfitt með að telja fjölda Íslendinga. Já, ég skal ekki þarna komentur á það en það eru líka náttúrulega mjög miklu breytingar sem hafa auðvitað sér stað í efnahagslínu sko, þannig að Seðlabankinn bara styður Hagstofuna sko. Ágætt að fá þá yfirlýsingu hér á borðið. Fasteignamarkaðurinn aftur, hátt vaxtastig hefur auðvitað áhrif á getu fólks til þess að skipta húsnæðið að koma inn á markaðinn og ég er að hugsa unga fólki sem er að koma sér þak yfir höfuðið. Þetta hefur auðvitað verið mjög þungt síðustu misserin með gríðarlega hátt vaxtastig en þið hafið líka verið að setja aðrar skorður til þess að reyna að kæla þann markað. Seðlabankinn kemur beinlínis í veg fyrir ungt fólk komist inn á markaðinn í mörgum tilvikum með 35% marki á ráðstöfunartekjur, þar sé varðandi greiðslubyrði og annað. Er þetta ábyrgt af ykkar hálfu að loka möguleika fólks til þess að komast inn á markaðinn? Já, þetta er góð spurning. Sko við eru, ég vil halda þetta til haga að sko fyrstu kaupendur eru með rýmri skilyrði en aðrir varðandi kaup og við höfum alveg velti fyrir okkur að slaka á skilyrðum til fyrstu kaupenda. Hefðum viljað sjá merkjum að fasteignamarkaðurinn væri komin í jafnvægi áður en hins vegar er þannig líka að það er líka ákveðin áhætt að taka of mikið af lánum, lenda sín í vandræðum með þau. Það er eitthvað sem við viljum koma í veg fyrir. En þetta er alltaf spurning, þetta er líka bara veltur á því og mögulega getum við líka bara velti fyrir okkur hvernig stefnum okkar talast á við stefnum stjórnvalda í húsnæðismálum. Fyrstu kaupendur eru yfirleitt fólk sem er oft ungt fólk, nýkomin í vinnumarkaðinn, það er kaupið sem smærri íbúðir, það er líka sér fram á hærri tekjum til framtíðar og það er alveg rök fyrir því að hafa skilyrðum þeim rýmri heldur en fyrir fólk eins og okkur. Já. Sem styttir eftir. Styttir eftir og er kannski ekkert að sjá hærri laun í framtíðinni eins og þetta en þannig að þetta er alltaf ákveðið. Þetta er alltaf ákveðið það sem við verðum að meta og segir það að við gætum alveg hugleitt það að slaka á skilyrðum til fyrstu kaupenda. Náttúrulega eitthvað lítið líka í samhengi við húsnæðisstefnu stjórnvalda. En á meðan að fasteignamarkaðurinn er á þeirri hreyfingu að verður að hækka. Já, þá er erfitt fyrir okkur að gera það. En þá getið ekki létt á skilyrðunum og þið getið varla lækka vexti því að leiðu lækki vexti og létta þessum skilyrðum að þá fer markaðurinn væntanlega á fullan snúning að nýju. Er þið ekki bara er þið ekki búin að króa ykkur af út í einhvers konar horni? Við getum orðað þannig að það er erfitt að gera hvort tekja saman tíma, að lækka vexti og slaka á skilyrðunum. Og það er kannski meðalans ástæðan fyrir því að það er mitt mat að það sé aðeins betra að bíða varandi að slaka á skilyrðunum. Við verðum að sjá markaðinn
einhvern veginn ná jafnvægi. En þetta náttúrulega ákvörðun ekki tekin af mér, sko, þetta náttúrulega það fjármálaöryggisnefnd sem gerir það, og nefndin hittist núna í þessari viku og það var svona mat hennar að hreyfa ekki við þessu núna. En þetta er alltaf spurning, sko, Hefur einhverja trú á því að fasteignamarkaðurinn komist í jafnvægi? Já, ég hef trú á því. Ég held að þetta sé alltaf á leiðinni þangað. Var það þá ekki næstum því í fyrsta sinn? Kannski ekki alveg, en þetta er náttúrulega það sem búið í gangi, náttúrulega það gríðir fólksfjölgun og mikil þörf á húsnæði og byggingargerðin fór náttúrulega illa þarna eftir hrunið, en núna erum við með mjög sterka verktaka. Það sem við sjáum líka, við skoðum sérstaklega byggingargera núna í tengslum við fundi fjármálaöryggisnefndar og geirinn stendur með sterkt. Það er að segja að það eru svona stóru verktakar sem að standa fyrir þessum stóru framkvæmdum, þessum þéttingarreitum sem eru standa sterkt, mikið eigið fé og þannig að við höfum sjálfsögur ekki neina ágjör geranum per se. En hver er leiðin út úr þessu? Þarf ekki að koma bara miklu ódýrar á húsnæði og fjær miðborginni í gagnið? Sko ég til lengri tíma að þá mætti huga því að það er mjög dýrt að byggja á þéttingarreitum. Og það má alveg fara rök fyrir því að til þess að fá húsnæði á hagstæðum kjörum fyrir yngra fólk að þá þurfum við rauninni að þarna brjóta nýtt land. Og það er svona lægri framhalskostnað sem það fylgir því. En það er sjálfur sér eins og ég aftur ekki verkahring Seðlabankans að hlutast til það, en á meðan þessi staði verið hendi þá verðum við að halda aftur af eftirspurninni og höfum verið að gera það. Og þetta er, eða bara horfur á allt það sem við höfum verið að gera, þessi háu vexti, þessi lánþegaskilyrði og líka aðra takmarkanir eins og hátt eigið fé á banka hefur verið að reyna að halda aftur í kerfinu. Hagvöxtur Íslandi hefur verið rekinn áfram á síðustu 5 árum einkum af útflutningi og fjárfestingu sem er mjög jákvætt, gott fyrir okkur. Það sem við höfum reyna að koma í veg fyrir það að þessi vöxtur myndi leiða til þess að það kemur eitthvað svona lánabóla eða fólk var að taka á miklu áhættu og við höfum svolítið bara, það hefur ríkt, ég verið að segja að það er mjög mikil skilningur líka milli okkar, Seðlabankans og bankana. Þeir hefur rauninni verið alveg samtak okkur í þessu, en þeim hefur svolítið gengið bara mjög vel að við sjáum eiginlega engin útlánatöp eða allan einu marki hjá bönkunum, allavega ennþá, sem að sýnir það líka að þeir hafa verið að gera þarna hlutina rétt og sem ég veist bara vera þarna mjög ákvæmt, sko. En fólki hverfur ekki, þó þrengið lánþegarskilyrðin, safnast ekki bara upp snjóhengja yfir þetta langa tímabil af fólki sem að bíða þess að komast inn á fasteignamarkaðinn og svo leiðu þeir reyna að skrúfa frá að þá opnist flóðgáttirnar og fjandinn verður laus að nýju? Nei, það er þannig að sko maður er Seðlabankanum og mér sem Seðlabankastjóri fengið ákveðin verkefni, ákveðin markmið og við reynum fylgið þeim eftir, en þetta eru aðrir hluti sem við ráðum ekki við. En sko eins og það er örugglega þannig að leiðu við takmörkum aðgengi fólks að við að kaupa fasteignir þá náttúrulega kemur þrýstingur á leigumarkaðinn og leigur það eitthvað. En sko það sem ég bara bind voni við er það að núna er frambúðið aðaukast, það er komin íbúðar á markaðinn. Þannig að þegar við vonandi náum við áfram að slaka á þarna vöxtunum og það sé þá frambúðið eignum sem býður fólks þegar það kemur inn markaðinn. En það er líka eitthvað leyti ákveð vandamál að það er ekki verið að kannski byggja alveg réttar eignir, ekki svona það sem ungt fólk vil kaupa, sem er þá litlar eignir ódýrar. En þetta er, en við það sem við hefum kannski verið að fókusera á er bara að reyna að sigla hagkerfinu gegnum þess að eitthvað leyti þetta hafi verið ólgutímar mörguleyti og ég vil bara nefna sko síðasta ári bara Grindavík og rýming Grindavíkur og uppkaup og húsnæði þar, það var bara nýtt, hvað að segja, nýr skellu fyrir fastamarkað. 1% þjóðarinnar. Já, og bara... Þetta er á götunni? Já, og maður sér það bara í tölum núna að þetta var náttúrulega bara ansi mikið.
fyrir okkur að taka sko. Og ég held sko, eins og ég hef sagt sko, ég held að við tafið okkur kannski 6-12 mánuði í varðandi framgang peningasöfnunar. Grindavíkur áhrifin. Já, ég held maður getur ekki sagt fyrir hvernig hlutin væru en mér finnst mjög líklegt að að þessi fastna verðbólga væri farin kerfinu. Hvað myndi það þýða í vöxtum? Nú eru þeir 7,5%, væru þeir í 5% eða? Nei, ég veit ekki, það þýðir að við varum vantilega lengra komin í vaxtalagna ferlinu, við varum að sjá hagkerfið kaldara en svo líka það ýmsir hlutir aðrir sem gerast. Og það eru, ég meina, það mjög jákvætt líka, það ekki fjárfesting, núna liggur fyrir að það mikil fjárfesting í landeldi sem að bara liggur fyrir. Og hún jákvæð því leiti að við erum einhver leiti þá að auka útlendingu fiski, ekki með því að veiða meira, heldur með því að þá að ala meira. Líka liggur fyrir að það eru vantilega fjárfestingar í orku, okkur vantar orku og þetta auðvitað hefur þarna áhrif. En okkur vantar líka ferðamenn. Ferðaþjónustan hefur auðvitað skipt miklu sköpum hér í endurreisn landsins eftir bankaáfallið. Við værum ekki það lands ef við erum í dag nema vegna hennar. Nú segja menn blikur á lofti, samkeppnishæfni okkar að versna því að krónan mjög sterk. Ég tala við veitingamenn vítt og breytt og þeir segja að Bandaríkjamennir séu að stórleiti horfnir. Þeir finna mikinn mun milli ára í apríl og maí. Getur verið að næsta högg verði einfallega þannig að þessi peningaprentunarvél sem ferðaþjónustan hefur verið, að hún verði fyrir höggi? Ég held að það sé alveg mjög möguleiki á. Það er svo erfitt að gera sér grein fyrir nákvæmlega stöðu ferðaþjónustunnar því að við það er ekki alveg markatalningar til landsins. Það er okkar mat. Og kemur Hagstofan þó ekki þar? Nei, Hagstofan kemur ekki þar reyndar. Ekki að kenna henni þetta. En það sem okkur virðist vera það að ferðaþjónustan sé að nokkurn veginn að halda sín í sumar. Eftir því sem við sjáum. Og þú veist, það þó bara, ef það er ekki rétt að mér þá bara, en ég finnst að tala gengi, og ég líka bara að leggja ástu það, ég sem seðlabankastjóri, ég er formaður í 3 nefndum sem taka ákvarðanir fyrir hönd bankans, ég breyta atkvæði og það er peningastefnunefnd og fjármálastöðuleiki og síðan fjármálaeftirlit og þannig að ég reyna að horfa hlutinni í heildarsamhengi og það hefur skipt mjög miklu máli fyrir mig og sem formaður fjármálastöðuleikanefndar að við héldum jafnvægi á utanríkisviðskiptum í landið. Við myndum ekki átt að fara í halli viðskiptahalla og það er meðal annars falið í sér að hafa heimil á lágvæntingum bankana eða bankarnir hafa ykkur getið til þess að búa til peninga með þeim innlandum útland með því að lána út eða svona credit creation eins og heitir það og líka það að tryggja samkeppnishæfni landsins og þannig að raungengi hefur náttúrulega hækkað aðeins og líka það sem við gert það að bandaríkjadólar hefur lækkað. Hann lækkað 8-9% til með krónu og þessi ári. Það er mjög gaman að ferðast til Bandaríkjanna þessa dagana. Já, Bandaríkjanna eru samt dýr og Bandaríkjamenn hafa verið mjög góðir ferðamenn. Þeir hafa haft mikinn kaupmátt, eitt miklu og verið glaðir ferðamenn Þannig að auðvitað höfum við áhyggjur því ef að Bandaríkjanna færi kreppu eða kemur eitthvað upp að þau myndu hægt að koma hingað. Við ætlum að vera erfitt fyrir ferðaþjónustuna að missa þann hóp og og svo fyrir utan það að COVID var verulega mikið áfall. Þú segir að sumarið sé gott. Þið hafið áhyggjur eins og margir aðrir af haustinu. Það eru blikur á lofti það að þetta haldi dampi. Já, það er alveg vel möguleiki og ég er ekki maðurinn til þess að fara að greina bandarísk efnahagsmál en auðvitað hefur maður áhyggjur af stöðunum þar. Þetta er einhver leyti ósjálfbær halli á ríkisfjármálum sem þar. Ég mun aukast með 9 fjárlögum og þessi tollar, þannig að við höfum aðeins áhyggjur af þessu. Það er erfitt að gera sér grein fyrir þessu. Því áhrifin við höfum ekki orðið fyrir beinum áhrifin með þá. Við fengum 10% toll sem kannski ekkert mikið með aðra, eins og með Norðmenn eða Kanada eða eitthvað sem eru í samkeppni við okkur varðandi fiskinn. En samt sem áður, við höfum áhyggjur af þessu. En sama tíma líka, ég vil segja það að bara trúverðugleiki Íslands og trúverðugleiki efnahagsstefnunnar okkar er að vaxa. Við erum að fengum hækkun á lánshæfi núna síðasta haust. Við sjáum í útgáfum bankana að það er að ganga mjög vel. Það er Íslenska ríkið gaf út í maí, bara á mjög lágri kröfu.
sko ég myndi alveg búist því við gætum séð fleiri hækkanir á lánshæfi. Á þessu ári? Mögulega, ég held að skipti miklu máli að hafa leist úr þessu þarna Íbúðalánasjóðsmáli sem ég veit að lánshæfisfyrirtækin horfðu dálítið til, en líka þau horfa líka til hvernig við förum að því að leysa þessi mál sem við erum með í gangi eins og þessi þensla sem í kerfinu í okkur. Það það sem þeim eins og ríkisfjármálastefnun og náttúrulega líka peningastefnun. Hvernig líst þér á ríkisfjármálastefnuna? Já, mér líst vel á þessi nýju reglu í ríkisfjármálum sem voru sett upp, en þetta og allt þetta gerast. Núverandi ríkisstjórn náttúrulega vinna á þeim fjárlögum sem að síðasta ríkisstjórn, kannski hægt að segja þá, hún reynda fallin þegar þau fóru í gegn. Það svona í grófum dráttum? Í grófum dráttum og þannig að við teljum ríkisfjármálin sé ekki raun að leggja til þensluna núna allavega og eru alveg hjálpa til. En þessi stjórn á sinni eftir að móta sinni eigin stefnu. Eftir því sem þau segja þá ætla þau náttúrulega að styðja við þarna peningastefnuna og það bara jákvætt. Þau ætla að hækka skatta, þau eru að mati margra að veikja samkeppnishæfni mikilvægra greina á borð við ferðaþjónustuna og svo þetta sjávarútveginn. Já, það eru til í Seðlabankann sko því að það er regla hjá okkur að við tölum bara með heildaraðhaldið af fjárlögunum, ekki hvort það sé gjaldið eða tekjulið. Þannig að þarna eru til mjög kommentur á það, en Þú ert hrifnar af gjaldahliðinni. Þú hefur viðurkennt það áður. Sko, nei, kannski bara meira þannig að sko að ég eins og raunin fleiri seðlabankastjórar úti, eins og í Evrópu á tjásum það skiptir máli í hvað penningum meitt. Að við þyrftum kannski meira af innviðafjárfestingum fyrir að við tekju millifæslum. Og penningur að því að Íslandi vantar innviði að mörgu leyti. En sem við myndum halda fram að ég verið komin út fyrir mitt verksvið sem yfirmaður Seðlabankans að ræða þau mál. En svona við bindum vonið við það að við erum með, ég álíta þetta er mikla raunhæft að halda að það muni virka, þetta er bara spurning tíma. Bara spurning hversu hratt við getum haldið árum. Og ég eins og legg ástu það að sko það sem er svo mikilvægt að það kerfið okkar er jafnvægi. Það er að segja við erum skuldarhlutirnir lítið vel út, við erum ekki með banka sem eru bara mjög sterkir og líka viðskiptavinir þeirra eru líka verið mjög sterkir, bæði fyrirtæki og heimili. En ef þú neyðist þess að halda raunvaxtastiginu jafn háu raunber vitni, þá mun samkeppnishæfni Íslands minnka. Já, það er rétt. Jafnt og þétt. Já. Hvað getur að halda þessu raunvaxtastigi lengi í þessum hæðum án þess að það fara að bitna bara á framtíð okkar? Sko það er alveg bara mjög góð spurning og þetta er alltaf spurningu það sko hvaða verði við ætlum að borga fyrir þess að ná verðbólgu niður. Það er spurningin sko. Mín von var til þess að við getum fengið mjög lendingu, þannig að okkur hefnaðist að hægja á þessu ná verðbólgunni niður á þess að fá samdrátt í kerfinu. Og það er allt það sem við höfum verið að gera hefur verið byggt upp á því. Og þess vegna höfum við verið að reyna að beita öðrum tækjum með peningastefnunni. Ég hef litið á þessi fjármálastjóratæki, þau styttuðu hana, þó þau höfðu líka annað markmið. Og það er það sem væri æskilegt, en hins vegar og Seðlabankinn er ekkert val að við verðum að gera þetta, þannig að þetta er raunhæft við verðum bara að viðhalda því þang til að við náum markmiðum okkar. Og það er til okkur að alltaf slaka á. En sko, en auðvitað hugsa við það er, ef þú bara hugsa það, við urðum fyrir miklu, það var mjög harður samdráttur í COVID. Og við einhverju leyti markvisst þá fórum í það stefið við hagkerfið þá með vaxtalækkunum. Og svo aðgerð hefnaðist mjög vel. Við erum búin að endurheimta allt framleiðslutapið úr COVID. Og mögulega má gagnrýna okkur fyrir að hafa ekki hækkað vexti hraðar. Við hækkuðum reyndar mjög hratt en hafa ekki bara tekið á hraðan niður með hvað hlutin gerist hratt. En við þurfum bara núna að ná hagkerfinu aftur í jafnvægi.
En það sem kannski ég líka að segja það að sko, með þessar hræringar á alþjóðamarkaði, maður veit ekki nákvæmlega sko, hvort það fyrir þessi samdrátt fyrir okkur, eða rauninni bara örfun. Því að það sem við höfum séð, yfirleitt hefur reynslan verið svo. Þegar eru svona ykkur óróleiki á alþjóðamarkaðum þá vilja fjárfestar ekki koma inn til okkar. Líta á þetta sem lítið hagkerfi og velta fyrir sig hvernig kemst ég út sko, ég að fara inn, hvernig kemst ég út, hvað verður gjaldmiðlar og svona. Við höfum ekki alltaf hleypt þeim út. Nei, mögulega ekki og þú veist, ég meina, er þetta alltaf að fara inn á þarna sko diskó ef þú veist ekki hvernig þú kemst út eða það er ekkert vist skilur hvað þið við sko, við höfum ekki séð það nú. Og það er líka þessi mikla hreyfing sem við höfum verið að sjá núna og ekki bara þessi ára, heldur bara síðustu svona 2-3 árum er að auknum mæli hefur erlend fjárfesting verið að koma í landið. Í innviðum og í ýmsu öðru. Og við höfum líka verið að sjá það að þó það hafi verið þessi umbrot á mörkuðum þá er það fremur að peningu sækist í að komast til okkar fremur en hitt. Umbrotin á mörkunum lúta auðvitað að hervæðingu. Það eru stríðstímar og það er hætt á að það brjótist út enn frekari átök, ekki bara hér heldur milli Kínverja og Bandaríkjanna og maður veit ekki hvað og hvað. Nú er krafa það að menn fari að dæla enn meiri fjármunum í varnarmál og Evrópa er að búa sig undir stríð við Rússa alveg augljóslega. 5% krafa 5% af landsframleiðslu fari í þennan vígbúnað. Það myndi hafa gríðarlega áhrif á þetta hagkerfi hér ef að það raungerist í Evrópu. Ég tala ekki ef að svo krafa fer vaxandi gagnvart okkur sem herlausi þjóð. Hvernig sér það fyrir þér ef við þurfum að fara að taka slíkar sneiðar út úr okkar hagkerfi? Við þurfum að slá öðrum hlutum á frest eða skera niður. Já, ég meina, sko fyrstulega vil ég segja það, ef að Evrópu fyrir að herfa þess, sérstaklega þjóðir, þá myndi það tíða vantilega aukna þarna eftirspurn og er bara jákvæmt fyrir okkur, það er að segja að við myndum bara verfa kerfið. En náttúrulega svo krafa það að við þurfum að eyða til varnarmála, það þýðir þá vantilega við þurfum þá að skera niður annar staðar. Og þetta er eitthvað það sem við höfum notið. Sem herlaus þjóð að ekki hafa þurft að eyða varnarmál. Svo má líka velta fyrir þessi umræðu hvort við höfum raunverulega verið að horfa á að því aðra þjóðir, þetta er sem ég heyri, er að tína til útgjöld eins og til landgæslunar og ýmsa svona aðalega sem varnarmál, sem dæmi. Hvort við höfum ekki alveg verið að telja rétt fram. Það er þetta dropi í hafið. Já, mögulega, en þetta þýðir aðeins þarna breytingu fyrir okkur. Og ef við ætlum að þetta þýðir þá að ég með þjóðir eins og til með Bandaríkin sem dæmi sem eyða alveg gríðarlega miklu hermál. Og þetta þýðir það að þú eyða náttúrulega minni í hvað annað. Og saman náttúrulega þarna við okkur og þetta er einhver leyti held ég spurning varðandi samsetningu útgjalda sko. Og Íslendingar eru, ég meina ég held íslenska þjóðin gerir ekki alveg grein fyrir því hvað við erum núna í góðri stöðu, hvað við erum með góð lífskjör. Og það er eiginlega saman hvernig litið á það. Eins og hvað var að jöfn lífskjara, eins og það sem vorum að tala á þannig krónutöluhækkanir, ég minna jafna tekjur eru líka gott. Það er alveg gott að vera í þjóðfélagi, það sem ríkir jafnræði á milli fólks. Við erum mikinn í kaupmátt, það sem allt bæði hér innanlands og erlendis, launin eru há og þannig að þetta er mjög góð staða sem við erum í og kannski eina sem vantar upp á, við erum með háa vexti og mikið aðhald á því en ég að því að ég upplifði nú var nú þarna á staðnum þegar hrunið var og aðdragandi þessu svo framins. Þannig að það sem ég hugsa alltaf mest það er að halda jafnvægi í kerfinu. Í balance of payments eða í fjármálagsflæði til úr landinu. Þess vegna erum meðal annars að stækka forðan. Seðlabankinn núna kaupir reglulega gjaldeyrisforða, eða kaupir gjaldeyri til byggiforða. Þess vegna erum við með að láta bankan okkar vera með eigin fjárauka. Þess vegna erum við með takmörk á eins og því
hvað spákaupmenn get gert hér. Takk múr því hvað að skrifa af hann aflöðum sem dæmi. Þannig að En svo er engin þörf á þessu þegar við verðum komin inn í Evrópusambandið? Nei, sko það enda spurning. Nei, ég þarf að segja við myndum ganga inn í euruna, þá er þið Seðlabanki Íslands, 21. bankin í euru, og bankin áfram til. Og það myndi ég frekar fjölga fólki en fækka í bankan við að því að bara með hvernig hinn bankanir starfa. Skriffinskan óurlega? Já, það eru bara ýmsar meiri kröfu sem við ætlum að fylla, bara eins og það að við ætlum að fara vantilega í að endurbæta fjárhúslunar okkar, ef við ætlum að gema eurur í þeim, sem dæmi. En þó við myndum missa peningastefnuna, þá má velta fyrir okkur að þessi þjóðhagsvarúðartæki, hvort að við myndum í einhverju mæli þá reyna að beita þeim til þess að rauninni að ná einhverjum ná einhverju stjórn á kerfinu. Sumum þeirra eins og sem hefur gjaldeyrismarkaðinn ekki til staðar en eins og varandi þarna lánþegaskilin. Ef þú mættir velja, hvort gjaldmiðilinn myndur vilja hafa undir í góða banka? Já, það er ég get ekki sagt það það er náttúrulega pólitísk ákvörðun að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta er margar hliðar á því máli. Peningastefnan er bara einn þáttur og mögulega ekki svo vegamesti, ég veit það ekki. En náttúrulega Seðlabanki Ísland náttúrulega bara fylgir því sem hún er satt að gera. Núna er krónan náttúrulega lögur í landsins og við náttúrulega stöndum að baki hennar. En í pólitískri umræðu er lögaris spurningin sennilega svo stærsta og svo sem oftast er rotað fram á borðið. Já, það hefur verið þannig hingað til, já. Og það stafar einhver lítið því hvað kerfið er lítið og einhver lítið slæmur reynsla. Og það er bara mjög eðlilegt en það sem þannig að hagfræðingar ættu ekki að eiga endilega sviðið í þessari umræðu. Ég skynja það mjög sterkt að þér finnst þetta óþægilegt að ræða, þannig að við skulum fella það tal rétt í lokin. Það er ekki fyrir 20. ágúst sem að peningastefnunefndin mun gefa út næstu ákvörðun sína. Já. Er einhver svona framsýn leiðsögn í þessu? Þið í yfirlýsingunni talið nú í uppréttarstíl og segið þetta fer svona en annars á hinn veginn. Eiga Íslendingar vona því að búa við 7,5% stýrivexti, meginvexti Seðlabanka hér fram á árið 2026? Já, eins og okkur sagði það nú erfitt að spá en erfiðast að spá fyrir framtíðina. Það sem við munum vilja sjá, við ætlum að sjá hvað gerist í sumar. Það sem við munum vilja sjá áframhaldandi merki að spennan gangi niður. Og helst að verðbólgan líka þá gangi niður eða við sjáum þá í spánum okkar hún sé á leiðinni niður. Og þannig að þetta er bara sumarið sem að leiði það náttúrulega ljóð. Það hver eru þá skilaboðin? Atvinnurekendur ekki voru ykkur að hækka og þú vilt alls ekki fá tásumyndir frá tenni? Nei, náttúrulega skilaboðin við lækkum vexti 25 púnta síðast og það var náttúrulega á grundvelli þeirra þróun sem var þar í gangi. Það sem við sjáum núna, ef þessi þróun heldur við erum áfram að sjá hjön og spennu eins og vinnumarkaði eins og nefndir. Áfram að verðbólga sé að bara lækka eða merki þar og þá getur bara haldið áfram með þarna prógrami. Ef þetta snýst eitthvað liti við að þá kannski þurfum við aðeins velta fyrir okkur að þetta geti ekki gengið hratt eins og við höfum óskað. Þurfum að þá að áætla meiri tíma í bara að kæla kerfið og svo líka náttúrulega það að við vitum ekki alveg hvað er að fara að gerast náttúrulega í alþjóðamálum og að því að það náttúrulega getur farið á báða vegu. Ég nefndi fjárlög Bandaríkjanna, þau munu örva kerfið, það liggur fyrir, bara sem dæmi. Að því að það þarf fyrir í sér skattalækkanir verulega sem munu vantilega skapa eftirspurn og ef ykkur hefðu ágjörð því að Bandaríkjanna færi kreppu þá munu þessi fjárlög vantilega allavega hindra það tímabundið en á saman tíma líka eru ótti tíma sem hallan sem er og hvernig það eftir að fjármagna og
síðan á enn eftir að semja þessa tolla sem dæmi. Þannig að þannig að þetta er bara margt sem er þarna en við bara teljum að við sem undirbúin við sjáum bara kerfið sterkt. Við höfum gengið fram með Seðlabankinn hefur fylgt eftir gríðarlega miklum aga alls staðar. Ég veit að það hefur ekki verið vinsælt en það hefur skilað samt þessum árangri. Við stöndum reiðubúin til að taka því sem höndum ber nokkurn veginn. Það verður kannski sagt um þig eins og manninn forðum að þú sért bjartsýnn svartsýnsins maður. Ég er alltaf bjartsýnn að þarna eðlisfæri en saman tíma líka þá vill maður þarna búa sig undir það sem getur gert sko. Við verðum að vona það besta, Ásgeir. Ég hleypi þér út í sumarið og vonandi gott sumarfrí, svo kemur fíleldur tilbaka í haust og lækkar þessa vexti eins og engin sem morgundagurinn. Ég reyndar ekki að fara í sumarfrí, það er önnur vinna sem er í Seðlabankanum, heldur bara að funda peningstöðum nefndin, en við skulum vona sumarið þarna reynist vel. Verður gott. Takk fyrir komin, Ásgeir. Takk fyrir. Þá er þessum maraþonhluta spursmála lokið, en við förum í annað og ekki síður spennandi mál. Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari, ætlar að setja sig niður með mér og ræða við mig ótrúlegt mál sem að nú blasir við og einhvern veginn að opinberast í Breiðholtinu. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Og það eitt sem er skemmtilegt þetta grill. Ég myndi segja að það væri þessi fjölbreytileiki. Maður getur grillað beint yfir hitanum, svona beingrillun, en svo er líka eitthvað sem kallast barbecue og það er eitthvað sem maður gerir við óbeinan hita, þar sem maður ver matinn fyrir hitanum. Og svo í þriðja lagi er að það er líka hægt að breyta þessu grilli í reykofn. Það er bara að kasta nokkrum viðarkuppum ofan á kolinn og umbreytist grillið í það sem kallast smoker. Og það er alveg frábært. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að borða. Þetta áttur að vera algjört æði. The Big Green Egg fæst í kassa í Skeifunni. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýju. Það víðar sem eldarnir brenna í samfélaginu og í Breiðholti gerist það þessa dagana á vettvangi íþróttafélagsins Aþenu. Þar má segja félagið á vonarvöl því að borgaryfirvöld ætla að hrekja félagið út úr íþróttahúsi, aðstöðu sem að félagið hefur haft til afnota á síðustu árum. Leiðtogi þessa íþróttafélags, þjálfari, er Brynjar Karl Sigurðsson. Hann hefur verið á milli tannar á fólki, ekki bara undanfarna, heldur síðustu ár fyrir þjálfunar aðferðir og ýmislegt annað. Hann er núna kominn hingað í spursmál. Ég ætla að ræða við hann Aþenu og þessa stöðu sem að nú er að teiknast upp í Breiðholti. Velkomin, Brynjar. Takk. Fyrir okkur sem að erum lélegir í íþróttum og erum ekki nógu duglegir með að fylgjast með þeim, allavega ekki nema kannski stærstu liðunum á heimsíðinu. Hvað er Aþena? Aþena er bara íþróttafélag sem er stofnað í sérstökum aðstæðum. Stelpur sem að mótmæltu því að vera ekki svarað af yfirvaldi í íþróttum og svona mjög snemma þá áttuðu okkur á því að þessar valdeflandi aðferðir sem að fólust í þessu eru líka bara, þetta er bara kjörið fyrir hverfi eins og Breiðholti, þannig að við settum okkur í raun og veru þau markmið að að keyra upp þar sem að við getum bara kallað einhverja svona jaðarsetta hópa sem eru þá stelpur í boltagreinum. Það er mjög mikilvægt að það komið fram að það er mikið stéttaskipting þar og svo náttúrulega bara er stéttaskipting í samfélaginu eins og Breiðholtinu og annars staðar og það sem að kannski svona einkennir aðferðirnar er það að við ætlum kannski ekki að væla að vera með meiri stæla og valdefla liði í staðan fyrir að henda okkur í einhverja fórnarlamsvæðingu á þessum hópum sem að við heldum skilir bara mjög vel í raun og veru. Eins og er þá lenskan í strákaíþróttum, þar er mikið stæla og menn eru með kassan út, þannig sem að menn á árangri
íþróttina þegar ekki? Jú, og ég fann þetta mjög snemma sko, að það er mikið svona tvískinningur þegar kemur að því sko, bara hvernig komið fram við stelpur og stráka. Og þetta er alveg grafið inn í þjóðarsálina og það eru margir sem tala um þetta en fáir sem gera eitthvað í því. Þannig að þetta ástæðan fyrir því að þetta lifir þrátt fyrir allar þessar árásir og allt þetta umtal og svona er að það er mjög sterk undiralda sem skilur þetta og til dæmis bara þjálfarar sem hafa verið báðið megin sko, þeir eru ansi margir sem að hvetja mig áfram og bara go og áfram Aþenu og allt þetta en treysta sér svo kannski ekki til þess að svona fara í þessar kúltúrbreytingar sjálfir en það er líka bara dálítið vegna þess að sko það eru svona ákveðin hagsmunatengsl sem að, þú veist, margir sem eru inn í hreyfingunni, þú veist, í mínu tilfelli að þá er þetta raun og veru bara þannig að, þú veist, ég hef enga hagsmuni beint að gæta, þú veist, ég er fjárhagslega sjálfstæður, ég er ekki með eitthvað agenda að verða, sko, landsliðsþjálfari eða pota mér áfram í þessu. Þannig að því að menn hafa stundum verið að velta þessu fyrir sér, sko, akkur er svona mikið styrr í kringum, sko, það sem við erum að gera. Þá er það bara þannig að það vita allir, þú veist, það er enginn að debata það til dæmis við mig að það halli ekki á stelpur og það er enginn að debata það við mig að það halli ekki á krakkana í Breiðholti. Það liggur fyrir. Það liggur fyrir, en hugmyndin er svo bara þessi, þú veist, allar að vorkenna fólki til árangurs eða þú veist, allar að fara og bara bretta upp ermarnar og valdefla allt þetta lið, sko. Til útskýringar, þú ert á vettvangi körfuboltans. Já. Áður en að þennu kemur þá átt þú farsælan feril sem þjálfari og þú hefur margs konar aðkomað íþróttinni þú skýtur ekki bara allt hérna upp kollinum með kjaft. Nei, ég held ég sé ekkert að blása mig og mikið út að segja ég sé bara mikið authority í bara þessum fræðum sko. Þú veist, ég á hugbúnaðarfyrirtæki til 25 ára sem að sérhæfi sig í gæðastjórninni í íþróttaþjálfun og mínir skjólstæðingar og kúnnar eru bara stærstu íþróttalið í heimi og þetta eru 60.000 þjálfarar og ég er virtur fyrir það sem ég geri út allan heim og svo vill það bara þannig til að maður kemur til Íslands og langar að hafa alvöru áhrif á hluti sem að bara skipta rosa miklu máli og þá bara lendur þetta aldrei í einhver svona small town syndrome sko og svona þessi meðháði kúltúr sem að ríkir sem að sem þú kannski skilur betur en margir. Veit það ekki, en ég er nokkuð viss um það. En í þessum íþróttum, þar sé í umfjöllunum Aþenu og umfjöllunum þig, þú kannski hæst borið á umræðu og gagnrýni fyrir hreinlega bara tungutaka og orðfæri. Það var verið birt einhver myndskeiða þegar það sem þú ert að láta stelpurnar heyra það og ég hef nú að viðurkenna að ég hef nú séð eitthvað af þessum myndböndum og eiginlega svitnað á efri vörinni, væri nú ekki mikið kannski til að sitja undir svona tali sjálfur, ég tæki það nærri mér. Hvað ertu að fara þar? Sko, mér finnst þetta, sko, nú ætla ég aðeins að kúkka þig hérna, sko. Ég sá nefnilega sko þegar Stjarnan var Íslandsmeistari, þá postaði þú nú bara stjörnulógóinu á Facebookinu. Já. Og þegar ég var til dæmis sakaður það að hafa tekið einhverja stelpu og verið að níða hana og lamið hana, að þá er það þannig sko að það er verið að gera documentation þetta verkefni. Þannig að hliðin á mér situr maður sem sko ég er sem sagt mækaður og það situr maður og er að taka upp hvert einasta orð sem ég segi. Og ég leyfi þessu bara dálítið að ná svona suðupunkti og svo var rauð viðvörun, þrumur og eldingar og þá hugsaði ég, nú er góður tími til að henda út þessu vídeói til að sýna hræsnina sem á sér stað. Og vídeói gekk einfaldlega út á það að það er kona sem heitir Bjarni Lára sem að gengur örna ISI og fékk einhvern ofbeldishóp með sér til að vera tilbúin að pósta 120 sinnum á fyrstu 4 klukkustundunum. Mislindismann hjá Vísi, sko íþróttadeild Vísis er ekki mikið fanclub hjá okkur, sko, er ekki partur af fanclubinu hjá okkur og þá er sett upp svona headline sem segir eitthvað að Bjarni Lára sem enginn veit hver telur þetta að vera ofbeldi, bara svona einhver kona bara út í bæ er allt í einu komið með þetta og þetta er búið að gerast rosalega oft sko vegna þess að headlinein eru sterk
Yfirskriftirnar á fréttunum. Já, og mig hérna öskrandi, sko, þú veist, og þá bara verið að búa til mjög sterka ímynd og ég hef í sjálfu sér mjög gaman að þessu. Af því að mér finnst þetta bara svo hallærislegt, sko, og sjá svona hvernig hérna the cookie crumbles, en það eru svona mínir leikmenn sem líða dálítið fyrir þetta og þess vegna ég hættur að hafa húmor fyrir þessu. Þannig að ég ákvað bara að taka á þessu og ég byrjar að taka á þessu og svara svolítið fyrir mig og þá gerist það í raun og veru. Ég sitt sem sagt bý til myndband sem sem sagt þetta meinta brot mitt. Númer 2 síðan, og þú getur séð þetta á Facebook síðunum minni. Ég búinn að sjá þetta. Já, þar sem að ég í raun og veru, við erum að falla deild, það eru 2 mínútur eftir, ég með stelpurna fyrir frá mig sem að hérna ekki að þora að skjóta og hlaupa yfir einhverja skrýningar og það er hátalari fyrir aftan okkur, ég náttúrulega með mæk, en það heyrist vel í mér, en það heyrist alltaf mannsins mál, en ég að gera það sem ég hef alltaf gert stráka megin, öskraður og segja maður, koma að taka þetta, halda áfram að skjóta, koma svo stelpur, við getum tekið þetta, og alveg bara fróðan að koma sem sagt út munum að mér, og svo svissum við strax í Your Beloved Baldur hérna í Stjörninni, það sem hann að gera nákvæmlega sama, hann að skamma fyrir nákvæmlega sömu hlut, hérna orkan, sko jafnvel meiri hjá honum, og það var fuck this og eitthvað og svo var svissað yfir í hérna svona þá sem voru að lýsa leiknum sem sögðu að það væri helviti gott hjá honum að láta nú strákana vil heyra það og gamlar hetjur sögðu að það væri nú fátt betra heldur en að fá dálítið hérna hárþurrkuna í andlitið og svo fylgdi eftir bara endalaust af klippum það sem hefur verið að úttúða strákum og virðingin í raun og veru felst í því en svo til dæmis bara þú veist það má taka mig og það má taka þig og það má taka mig, strákana hérna og jarða okkur og kalla okkur hérna öllum illum nöfnum sko og hérna, en svo þegar það kemur af sko stelpunum sem eru í körfunni þá fattar fólki, þetta er mjög dulinn sko, þetta er mjög svona þetta er kvenfyrirlitning og sko það á í raun og veru að koma fram með það eins og að séu börn og svona ef við viljum fá jafnrétti já, við sem bara kalla það, ef við fáum jafnrétt í þetta, þá þarf það að vera á öllum sviðum, sko, þú veist, það þýðir ekki bara að vera með, að því að sko stelpurnar í raun og veru tap á þessu þegar einhver segir að gildin í kvennaboltanum í körfubolta sem er frekju íþrótt í grunninn, séu einhver sko önnur, þú veist, þess að þú færir í hnefaleika en sko í hnefaleikam þá væri sko önnur gildi sem að hefðum það að gera, þú ættir ekki að vera ákveðin og aggressífur og eitthvað svoleiðis. Þetta er frekju íþrótt. Sko. En kannski er spurningin einmitt þessi, er það rétt aðferðafræði, er það rétt menning að vera yfir höfuð öskra menn og vera fróðufellandi yfir þeim og notandi kannski stóru ljót orð? Alveg. Kannski vandinn frekar sá að menn ættu að færa tungutaki nær kvennaboltanum karlana? Alveg klárlega og sérstaklega vegna þess og ég hef alltaf til dæmis talað það sko að hérna, þetta er mjög góð spurning sko. Við tökum til dæmis tölum yngri flokkana, veist, þá til dæmis byggir mín hugmyndafræði rosalega mikið út af því að fá það sem við köllum svona tilfinningalegu sveigjanleiki. Og nú kemur þú í liðið mitt og 12-13 ára og ef ég vissi hvar þú ættir eftir að vera eftir nokkur ár, þá þarf ég að búa þig undir ýmislegt. Ég þarf að búa þig undir það að vera með samkennd og sýna fólki umhyggju og hlýju og taka tillit til fólks og allt það. En það sem ég þarf líka að gera er að undirbúa þig fyrir það að þessi heimur er grimmur. Og ef þú verður afburða eða ef þú verður afreks, þá kemur inn öfund og svo kemur bara inn alls konar skítur og hlutir sem að þú lendir í sennilega hverju einasta degi. Og ástæðan fyrir því að þú getur tekið þetta er vegna þess að þú ert valdeldur. En þegar ég á að segja að fá einhverjar stelpur sem eru kannski sko 1,60 og umhverfi þeirra það vantar inn sko sterkar kvenfyrirmyndir. Þú veist, ég meina við fengum Sólveigu Önnu í heimsókn, þú veist, mér finnst alveg frábær fyrirmynd fyrir stelpunar því að það er nóg af fyrirmyndum af mildinu og mýktinu og öllu þessu. Og þetta er bara nákvæmlega sama sem ég hef alltaf gert fyrir strákana. Fyrir strákana þá þarf ég ekkert að fara með þá svona rosalega mikið í aggressjóni. Þar er ég að reyna að róa það niður. Það er að reyna að fá til þess að átta sig á því að þeir þurfi ekki alltaf að vera að keppa. Ertu þá að reyna að teygja þess að hópa einhvern veginn nærhverfuð? Nei, ég bara, þú sem einstaklingur, ef þú vilt vera svarhæfur í lífinu, þá getur ekki verið sko háður einhverjum svörum sem koma út frá einhverjum geðshræringum. Það er bara stund og stað fyrir alls konar hluti og þegar þú ert að keppa í íþróttum, að þá er líka bara tækifæri fyrir það. Ég gefa þér gott dæmi sko sem lýsir þessu svo vel.
það eru allir sem myndu vera sammála mér það að í kvennakúltúr ríkir miklu meiri svona passive-aggressive hegðun. Sammála því? Já. Og ég vil meina það sé ekki beint eitthvað líffræðilegt, heldur það þannig að stúlknakúltúrin þannig að stelpur ekki taka pláss, láti sér heyra, óhrættar, þú veist, það að vera hrættar við að gera mistök og ekki að setja sín eigin standard oft á tíðum. Þegar ég hef síðan fengið inn stelpur hjá mér, þá hef ég verið að í raun og verið að búa til ákveðið svigrúm þar sem þær geta gagnrýnt hvort aðrar og svo fara þær að keppa og svona þetta aggression og líka eitt mjög áhugavert að tala það að konur sé ekki aggressívar. Aggressívasta fólk í mínu lífi og í minni baráttu eru konur sko og heftin alveg svakaleg en þegar stelpur til dæmis fá að vinna með þessar geðshræringar og ná tökum á þeim og skila þeim beint fram þar sem eiga heima og svo framvegis þá býrðu til minnst aggressívasta stelpuhópsöðu nokk tíma séð og ég veit ekki hvaða eru margar mæður sem hafa komið tímin, ekki allar því að sumar eiga mjög erfitt með þetta og þó að mér finnst það ekki vera rosa mikið, þetta ekki eins og þetta sé bara alltaf verið að öskra og garga og eitthvað sluðis þá veit ég ekki hvað eru margar mæður sem hafa komið tíminn og sagt bara ég vildi óska þess að ég hefði fengið svona þjálfun, svona tilfinningalega þjálfun þannig ég hef ekki þurft að vera að díla við sko minn vannmátt í því að standa í fæturnar því ég voru 30, 40, jafnvel 50 og sko ég liggur að ég fái þessa lýsingu í hverju einustu viku. Ertu einhvern veginn í baráttu við Barbie-dúkku samfélagið sem við höfum verið að byggja upp? Það lítur oft hannig út sko, en ég í sjálfu sér ekki þar. Ég bara í baráttu fyrir krakkana mína og ég tek þetta bara, þú veist, þetta bara einn einstaklingur í einu og mér bara mjög umhugað það að viðkomandi geti verið sjálfstæður og staði í fæturnar þegar hann skilur við þetta íþróttalið. Og það annað sem fólk fattar heldur ekki að það það að fyrir mér snýst þetta fyrst og fremst það að þú sért bara sko, hæfur í lífið eftir körfuna. Sko. Það engin árangur hjá mér sem skiptir máli ef hann ekki svona applicable sko, þegar þú kemur úr sportinu yfir í lífið sjálf. Og þannig hef ég gert þetta í 20 ára. Hvaða hópur þetta sem að æfa hjá þér? Þetta stelpur sem að koma hvaðan að eða ertu fyrst og fremst að einblína á Breiðholtið og það svæði sem að þú talar opinskátt að eigi vök að verjast? Já, þetta mér sérstaklega hugleikið hverfið. Ég náttúrulega alinn upp og ég hef svona þetta búið að vera að toga í mig dálítið lengi. Sko. Ég hef búið svolítið erlendis og verið í viðskiptum og verið að reka fyrirtæki og svo hef ég náttúrulega bara alltaf verið að þjálfa í og með. Ég stofnaði fyrstu íþróttaakademíu í menntaskólum í Íslandi sem hentaði mjög vel vegna þess að við fórum í samstarfi alþjóðlega körfuboltasambandið og ég þurfti að búið til kennsluefni og það var svona náði að slá 2 flugur í einu höggi. Þannig að mér var mér mjög umhugað til dæmis stráka sem voru svona undir radarnum og mér finnst rosalega illa oft staðið að því sko hvernig það svona þetta transition úr því að þú verðir sko unglingur í yngri flokkum inn í meistaraflokkana. Ég að reyna að búa til vettvang þar sem að fleiri geta verið að æfa og verið að efla sína elju þó þeir séu ekki að stefna endilega á það að fara í atvinnumennsku. Og þess vegna sko, þetta mjög ósanngjörn umræða sem reyndar farin þegar fólk fara að fatta það. Þú veist. Fyrst var alltaf verið að gagnrýna mig fyrir að vera í einhverju elít og afreksfræðingu sem sennilega lélegasta gagnrýni ef þú kemur síðan og myndir horfa á sko, það er bara einhver mættur með störfót og bara págögg á öxlinni og pappan sem bara einhver sjóræningi og það bara öskrað á hann jafn mikið og mesta veðhlaupahestin. Það bara gera sömu kröfur. Ég hef verið með stelpur sem hafa verið með heilalömun. Þú veist, allar stærður og gerðir. Þú mætir á þetta stundum bara eins og barinn í Star Wars. Það er bara allra þjóða kvikindi og eitthvað. Og ég er bara svona equal opportunity bully, sko. Þú veist, það er bara allir jafn mikilvægir hérna, sko. Og það bara, og þetta vildi ég óska þess að fólk myndi fara að átta sig á og þá spyr fólk sig, akkur þetta svona? Það vegna þess að ég tel í dag þar sem að, þú veist, við máttum, ég veit ekki hvað mótilegt þú? 83. Þú veist, ég man bara eftir því að ég var byrjað að vinna í byggingavinnu og komin á sjóin og komin í sveit 11, 12, 13, 14 ára og auðvitað var margt mjög skrítið við það en það voru ákveðnir hlutir sem mótuðu mann og mér finnst að íþróttirnar í dag miða við til dæmis bara það sem ég sé í námi sko barna minna, börnin mín geta orðið skilvirk og unnið í þessum IQ-tengdu hlutum en þegar þú fer að vinna með tilfinningagreind og vinna með sjálfan þig og efla þig þá eru bara íþróttirnar besti staði til að gera það ef þetta gert almennilega.
og ég líka dálítið að berjast fyrir því að við sko vöknum við það sko, og ég stundum talað þetta sko, ef þú lítur til sko upphaf vestrænna íþrótta þá förum við bara til borgríkja eins og Spörtu og Korintha og Aþenu þar sem að íþróttir voru fyrst og fremst notaðir til þess að efla æskuna þegar við áttum að sko verja, hvað maður að segja, þú veist, verja landamærin eða takast á við plágur eða takast á við ógnir sem stöða þessum ríkjum sko. Og meina, ég var að horfa á mynd daginn með Alexander Mikla sem var gert töluvert úr glímuiðkun hans og þar var hann með, náttúrulega hann var með Aristóteles sem kennara, ekki lélegt sko, en svo var hann með hörku glímuþjálfara sem var í raun og veru að innprenta ákveðna heimspeki sko. Mjög áhugavert viðtal við Ásgeir Sigurvinsson í sunnudagsmokanum í liðinni viku, þar sem hann sagði frá því að glímu ástundun í Vestmannaeyjum hefði reynst sér mjög vel í fótboltanum þegar í atvinnumennsku var komið. Ég hjó sérstaklega eftir því. Já, og svo þetta svo annað í þessu. Þetta snýst ekki alltaf sko íþróttagreina, heldur snýst þetta líka sko, ég veit það bara eins og fyrir sko mína parta sko að íþróttagreinin sjálf skiptir engu máli. Þetta hefur sjálfsagt þá hjá Ásgeiri verið bara einhver mentor sko, einhver kennari. Þú veist, einhver sem tilbúin að gefa sig að fólki og raun og veru bara blása anda í brjóst fólks. Það vantar rosa í dag. En þú svaraði ekki spurningunni eins og hvaðan stelpurnar koma, þetta hvaðan af að, eða þetta hverfið fyrst og fremst sem þú ert að sinna þarna? Já, í dag er þetta 75% sem sagt úr 111 og við tókum eftir því sko á fyrsta árinu að þá hrúaðist inn fólk alls staðar annars staðar að og við höfum smá áhyggjur af því vegna þess að til þess að við fáum að hafa þetta hús og til þess að við stöndum okkur við allt það sem við ætlum að standa okkur í að þá þurfum við náttúrulega þjónustu af hverfinu. Og það sem áhugavert það þegar við komum inn í hverfið, þá eru 10 krakkar úr helmingnum af Breiðholti sem eru 10.000 manns sem eru að nota þetta mannvirki. 10? Sko, tölfræði borgarinnar segir að þetta eru kringum 450 krakkar sem voru á þeim tíma að nota parkett, sko, voru í þessum parkettgreinum. Og þetta voru þá 2 íþróttahús, þetta var Seljaskóli og Austurberg. Og þetta vel verið að sko þessi 450 tala sér skálduð þegar íþróttafélögin reyna ofta að keyra upp töluna sína sko til þess að sína stærðina. En það breytir einhver sko í opinberu tölum sko 450 krakkar í parkettgreinum, þar af 20 og eitthvað krakkar sem eru úr þessu 10.000 manna hverfi. Og þetta allt í boði borgarinnar og ég búin að vera að fylgjast með þessu í 20 ár og þetta hrapar og svo það sem að gerist vegna þess að menn mæta alltaf með einhverja ninja reyksprengjur sko þegar koma kosningar og blinda kjósendur sko að þá bara sagt já en við vorum að hrinda á stað hérna einhverju verkefni. Sko fyrsta verkefni sem ég sá hleypt á stokkunum var fyrir sennilega 18 ári síðan þegar vandamáli var tungumál. Já við þurfum að setja plaggat með öllum tungumálunum. Það var vandamálið því að krakkarnir kom ekki inn. Svo þegar það virkaði ekki að þá kom inn eitthvað annað verkefni sem hét eitthvað töff og þetta eru svona stóru póstarnir í þessu, borgin og allir mættu og rosa mikið húlumhæ í kringum þetta og það var fenginn einhver gæi sem var búinn að keyra verkefni í Inner City í London og svo gekk það ekki og núna síðast þegar við vorum að fara inn að þá borgin með eitthvað prógram sem heitir Hlustum á hverfið og þá voru aftur búin að átta sig á því hvaða var sem var vandamálið. Það varu íþróttagreininnar, þannig að það var að gera skoðanakönnun og ég er ekki að grínast því ég segi að það sem kemur út úr þessu var að Kung Fu var íþróttagrein sem að margir vildu fá og ég hugsaði bara, það þá fólki frá Asíu? Það átti að vera bandi og svo átti þetta að vera blag og ég búin að vera í þessu 37 ár. Ég veit hvað skiptir máli í þessu. Skiptir ekkert máli pluggutin. Það skiptir ekkert máli einhverja miðstýrðar pælingar. Það skiptir einhver máli hvað íþróttagrein í gangi. Allan tíman sem vantaði þessu öllu saman var stigvél á jörðina. Það var fólk sem var tilbúið að taka utan þessa krakka og sinna þessu. Og það er staður. Aldrei. Og þegar við til dæmis komum inn í Austurberg að þá það þannig að við áttum ekki að fá að fyrir inn í Austurberg því að það átt að fylla það einhverju svona og ég bara sat þarna á stól íringarnir börðust til dæmis fyrir því að fá tíma þó að þeir eru komið sko og svo það annað sem mjög áhugavert sko að maður skildi halda það að klúbburinn svo IR sem sko því við getum talað hérna í allan dag einokun íþróttafélaga á póstnúmerum sem ég veit ekki eins og hvort það eru reglur og ég veit ekki eins og hvort það stenst stjórnarskrá sko að þú bara fáir einokun á þessu. En ég hef stundum verið að gagnrýna Íþróttabandalag Reykjavíkur fyrir að vera einhvers konar Cosa Nostra sem að sko getur bara sameinast það að sé einokun
fyrir félögin sem gerir það verkum að þú færð ákveðin forréttindi en ef þú ætlar ekki að standast skyldur þínar, hverjir það sem tapa á því? Þannig að þú með IR sem að hugsa þetta bara svona, já, við erum bara með svartapétur upp í 111, akkur þurfum við að setja upp með þetta? Þannig að þetta sko fyrir mig sem hefur starfað út allt land í íþróttaþjálfun, að þá þetta miklu, það 10 sinnum erfiðara að ná krakkonum inn og 20 sinnum erfiðara sumakrakka að halda þeim inn í starfinu. Þannig að auðvitað ef þú ætlar að vera að keppa í Íslandsmótinu í aðkeyptu vinnuafli karla, eins og þetta oft á tíðum, að þá þetta bara einhver ómagi sem þú þarft að hafa og bara, þetta bara truflaði, þetta bara nenni ekki að sinna þessu. En hvað nú hafið þið verið þarna í Austurbergi með þessa aðstöðu og það á grundvelli einhvers konar samnings við borgina. Já. En nú borgin að reyna að koma ykkur út, þeir koma ykkur út. Já, og ég vildi óska þess að Skúli og þessir menn væru hérna. Þú bauðst að koma. Ég hafði samband við Skúla, reynda með skömmu fyrirvara eins og þig. Ég mæti strax, þetta skiptir mér svo miklu máli. Já, þú smættur undan mér. En ég á eftir að heyra í Skúla vonandi í næstu viku og tala við hann. Já, og það nefnilega annað sko, og það það að þessi umræða, hún þyrfti að fara fram opinberlega. Men þess að sko okkur líður eins og við séum ekki góðu sambandi við Reykjavíkurborg. Hvað samningurinn rann út liðin mánaðamót? Já, sko, þetta í raun og veru það. Ég búin að vera að komast inn í íþróttahúsið í Breiðholti og að þannig búin að vera að komast inn. Og það búið að kerfislega búið að reyna að halda okkur fyrir utan. Og það bara nokkuð ljóst, sko. Við bara rödd sem ekki æskileg. Við að benda á alls konar hluti. Þú sér bara hvernig ég tala. Ég ekki mjög þægilegur fyrir íþróttayfirvaldi eða borgaryfirvaldi þegar ég tala svona. Nei, ég svona aðeins velt fyrir mig hvort að þú hefði þurft að haga orðum þínum öðruvísi til að halda Já, sko, málið bara þetta. Ég búin að fá mig full sattan af því að vera í einhverju svona codependence relationship við þá sem ég að vinna fyrir. Vegna þess að það græðir enginn á því. Það þarf að stinga á þessum kýlum. Það þarf að tala þetta. Þú veist, mér langar að búa í réttaríki, mér langar að búa í lýðræðisríki, mér langar að búa þar sem að samtalið tekið og menn sé ekki í einhverjum skotgröfum. Þú veist, ég endalaust að kalla á einhverja sko opinbera umræðu og það virðist bara vera þannig í dag að að almenningur bara sáttur við það að ég og jafnvel bara í samskipti við sko yfirvaldi gegnum headline í fjölmiðlum. Þú veist, allt bara ekki samtali við þau. Nærðu ekki beinu samtali við þau? Já, sko, þegar maður síðan í beinu samtali, að þá maður bara, þá oft gaslýsingar í gangi. Þú veist, það bara að segja, nei, við sögðum ekki þetta. Nei, heyrðu, þetta var tilraunaverkefni og maður bara fá alls konar hluti sem að maður hugsa bara, þetta stóð aldrei til. Og íþróttahreyfingin sem slík í raun og veru þannig að sko, það nennir ekki að fylgjast með þessu. Þetta sko, landspólitíkin, hún miklu hreinni. Af því að það þá allavega sko, einhver svona umræðuhefð og það eitthvað annað í gangi en svo það verið að brjóta hana verið að brjóta hana á fullu sko. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur vill ekki eiga samtali við fjölmiðla og almenning. Það bara þannig. Og þetta bara rosalega slæmt og þannig getur eitt ímyndaði hvernig þetta inn í íþróttahreyfingunni. Ég að takast á við alls konar djöfla í mínu stríði eins og til dæmis það endalaust að saka mig að vera ofbeldismadur sko, og það verið að fá fólk til þess að kvitta undir alls konar pappíra og ég segi bara já flott, ok, við skulum þá ræða þá opinberu vettvangi. Ég til dæmis mjög gaman að ég sýna þér gögn sem hafa með skýrslu sem að gerðu mig frá samskiptafulltrúa. Og það engin, ég veit ekki, það tugir lögfræðinga, sálfræðinga og fólk sem búið að skoða þetta og fólk hugsa bara, þetta embætti sem að keyrt af menntamálaráðuneytinu og það alltaf sem hugsa bara hvaða nautaskítur þetta? En ég borgari í þessu landi sit upp með það að ég þarf að bjóða mig fram sem forseta Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands til þess að fá plattform til þess að geta varið mig. Vegna þess að sko, það væri eiginlega mjög áhugavert að við myndum fá einhvern til þess að fara til dæmis í gegnum þetta og þetta til dæmis verkfæri sem notað fyrir sko borginni reyna að vísi þetta þegar hún hendir á mig sko þegar hún komin út í hotna þegar það litla stelpur á mótmæla fyrir utan ráðhúsið að ég skrifa undir einhverja mannréttindastefnu borgarinnar. Í hverju á ofbeldisfélags það tungutakið? Það þjálfurinn aðferðið? Já, sko, erfiðasta gagnrýnin í þessari skýrslu eru 3 nafnlausar mæður. Og málið bara þetta og alþjóð má bara vita það að ég geri mjög miklar kröfur til fólk sem kemur til mín. Ég geri mjög miklar kröfur til sjálfsmins og ef þú ætlar ekki að standa þig í því að valdefla dóttiðina
að þá mun ég gefa þér mjög svona beinskeytta endurgjöf á það vegna þess að ég ber hagsmuni dótturinnar fyrir brjósti og ef hún ætlar ekki að mæta á æfingar og ef hún ætlar ekki að sinna því sem í gangi þá mun hún verða eina af þessari tölfræði að detta út úr íþróttum langt fyrir aldur fram og ég veit að þú vilt það ekki. Þannig að þú verður að gera það í bráðkenna og þú verður að styðja við hana og hjálpinni í gegnum þetta því að það eru allir hérna til þess að hjálpinni og það verða sumar mæður móðgar og sérstaklega þær eru uppeldismenntaðar eða jafnvel sálfræðingar. Þegar einhver alfa hundurinn mættur hérna og verður að segja þér að þú sért ekki að standa því hérna og sért að þroskastilla barnið þitt. Og þetta svona pinkulítið það sem ég verið að lenda í. Þannig að það ekki beint verið að saka mig ofbeldi en það bara alltaf verið að saka mig að vera erfiður. En þú viðurkennir það alveg? Ég heiðarlegur og það erfitt fyrir suma. Aftur að Austurbergi. Þau ætla ekki endurnýja við ykkur samning? Nei, svo gerist það í raun og veru að við komumst þarna inn. Stutta sagan í raun og bara þessi. Þú varst að þjálfa stelpur upp á Kjalarn og þú varst eiginlega á Rakhólum með þessa starfsemi? Nei, málið var bara þetta. Þegar Aþena stofnuð 19. júní 2019 á kvennadaginn að þá fáum við ekki hús. Ég finn tíma í Fellaskóla sem í Breiðholtinu og ég hef einmitt sambandið í Íþróttabandal Reykjavík og segi, heyrðu, hérna eru tómi tímar og hugsaðir. Það 17% þáttaka stúlkna í hverfinu í íþróttum. Og við höldum að hún sé lægri vegna þess að þú mátt nota þetta tekið út frá frístundastyrki og þú mátt nota frístundastyrkin í til dæmis pólskunám. Þannig að við vitum ekki einu sinni hvort allir sé að skila sér inn í íþróttirnar. Og Íþróttabandar Reykjavík segir, já, þetta frábær hugmynd en því miður þá IR með einkaleyfið á þessu. Og finnst þér IR vera að standa sig í þessu hverfi? Skilur hvað að fara? Hverjir eru það sem tapa þá á þessu? Það eru þeir sem eru jaðarsettir. Og þetta þessi kerfisbundna jaðarsetning sem í gangi þarna frá. Heyrðu, við finnum einhvern bunker hérna út á Kjalarnesi, þar sem að þakið lag, gólfið var ónýtt, rottur voru að éta boltan okkar, skítakuldi og stelpurnar sem að vildu stofna klúbbinn, sem ég raun og verið þjóna, tók strætó í 90 mínútur í 3 ár til að spila 3 á móti 3. Og þetta þessi kjarni í liðinu í dag, þessar baráttu hertu stelpur sem ákveða að vera ekki að væla og bara vera með stæla og svo þegar IR að fara út úr Austurbergi, þá förum við í samstarfi Leikni og ég verð formaður Körnhaldsdeildar Leiknis og við förum í samstarfi það að koma okkur inn vegna þess að nú erum við að fara þá þessar formlegu leiðir af því að IBR sagði bara því miður, þetta mjög góð hugmynd en bara svona eru reglurnar. Þannig að nú fórum við eftir reglunum en þeir föttuðu náttúrulega að við vorum að notfæra okkur það að koma okkur að inn. Þannig að skilur þú veist, þetta er bara svona mafíustönd sem er í gangi á bakvið tjöldin inn í íþróttahreyfingunni. Svo þegar við erum komin inn að þá þetta raun og veru þannig að Íþróttabandalag Reykjavíkur segist alltaf vera með okkur í einhverju töflu svo þegar fyrir að líða á fyrsta daginn sem opna þá bara erum við smá saman að missa alla tímana. Og þetta eru hlutinir sem að þrífast í reykfylltum bakherbergjum íþróttahreyfingarinnar að hvað á ég að gera þegar ég mæti síðan, svo enginn sem talar við mig og ég segi, byrju, akkur er tímandinn að hverfa? Og enginn svör. Svo ákveðin uppákoma þar sem að ég næja að konfronta ákveðin mann til þess að hann viðurkenni það fyrir mér að þeir séu ekki með íþróttahúsi lengur, þannig að hverfamiðstöðin er komið með þetta, við förum inn í hverfamiðstöðina, hverfamiðstöðin segir, við vitum ekkert hvað við að gera við þetta, taktu þetta nokkra tíma og svo eins og ég sagði, þá biðum við fyrsta árið og þá er búið að skemma fyrir okkur byrjunina. Þannig að ég fór bara í Herbalife-gírinn hérna og byrjaði að smala 60 krökkum á 60 dögum, þannig að við vorum alltaf bara komnir með meiri árangur en nokkurn tímann hefði náðst síðustu 20 árin í þessu mannvirki. Svo gerist eitt að Eiríkur Björn Björgvinsson sem er komin inn hjá Viðreisn, tekur við menninga- og íþróttaráði Reykjavíkur og hann fer bara mjög heiðarlega í þetta allt saman og hann bara horfir á þessa hluti og segir bara auðvitaði þið að vera hérna og auðvitaði þið að fá tækifæri til þess að reka húsið eins og allir aðrir og hann kemur alltaf í heimsókn til okkar og hann bara sér þetta og hann segir bara auðvitað, við þurfum að keyra þetta upp. Þannig að við fórum í gegnum hindranir sem voru fyrir okkur þá eins og bara heitur hnífur í gegnum smjör. Svo hann kosin á þing núna áramót og þá gerist það að gömul öfl koma aftur inn og þá það jafnvel einhverjir aðilar sem hafa verið móðgæðir þegar við erum í raun og veru ekki að gera neitt annað heldur en að benda fólki á hvert hlutverk þeirra og hlutir gegni ákveðinni svona réttlætis og sanngirnis
Af því að þú veist, við erum ekki, það er ekki verið að vinna með neitt annað heldur en sanngirni hérna, sko. Og þá bara allt í einu það þannig að, og til að lýsa þessu hvað þetta ömurlegt samband að vera í, að því að sko, þú átt af því, ég prívat og persónulega að fjármagna þetta batteri með nokkrum styrktaraðlum. Ég maðurinn sem hérna að þjálfa, reyndar ekki í vetur, ég lenti smá meiðslum í vetur og stelpurnar mínar sem í þessum meistaraflokki, sem eina ástæðan fyrir að við höldum út í meistaraflokki, báru hitan og þungan að þessum vetri í þessari þjálfun, sem náttúrulega glæsilegt. Með yngri stelpunum. Og allt í einu erum við bara konum með fullt af þjálfurum og allt hangir þetta á brjálaða þjálfarunum sem allar meistaraflokksstelpurnar í raunveru vilja vera hjá. Og ég að efla þér í því að verða betri þjálfarar og þær að finna raunveru rosa mikinn tilgang í því að taka þátt í starfinu sko beyond það að vera sko íþróttaleikmenn. Og þær raunveru sko dóttir mín sko, hún grætur sig í svefn af því að hún svo hrædd það að þessar stelpur séu bara aftur komnar á götuna og það bara staðreynd. Og við erum öll grátandi yfir þessu og og svo erum við sem sagt í þeirri stöðu að þegar við vitum það, að því að nú erum við drullurhætt, við vorum til þess með kjallara rottuhólu undir húsinu sem við áttum að taka í notkun, sem Eiríkur var að vinna í fyrir okkur. Við erum búin að setja inn sjálfboðalega til þess að gíra og græja og við erum að farga sjálf efni og taka niður veggi og mínir gömlu leikmenn að koma inn og taka klósettin í gegn því að borgin svo miklu peningaþurrð og við ætlum bara enginn að kvarta, við erum aldrei að biðja um pening, ég bauð að taka allan kjallarann með þess að sjálfur og taka hann í gegn til þess að styrkja borgina ennþá meira sem í þessu hallari, að þá allt í einu bara mætir einhverjir aðilar upp úr þurru þegar við erum búin að reyna að fá samtali við borgina og okkur ekki svarað og segir bara, já, heyrðu, við erum víst að fara að taka þetta að okkur hérna. Og við bara, og hverjir eru það? Það voru bara aðilar sem að þetta var hópur kallmanna sko fyrst og svo náttúrulega ef ég segi það þá sverja menn það af sér sko en það var hópur kallmanna sem að þurfti einhverja félagsaðstoð því annars myndi leita út í glæpi og eitthvað og það var fyrst að ég heyrði og ég hef aldrei heyrt neitt annað og þá byrja ég að fatta sko ok, gamla geimið byrjað, nú á að losna við okkur. Og svo það þannig að við þurfum að segja, heyrðu, og ég sitt út eitthvað Facebook myndband þar sem ég að tala stöðu Breiðholtsins, ég ger eitthvað sem ég þoleiki sko, sem bara selfie, já, leið mér að sýna ykkur aðstöðuna, ég til dæmis með skó af öllum stærðum, búninga, bóli, peysur, þannig að það kemur krakki sem ekki fjárhagslegan stuðning, félagslegan stuðning, að við getum gripið hann, rosalega erfitt. Það var lithánskur pappi sem var brjálæri við því að ég skildi gefa dóttur hans skóa því að hún fannst það svo mikið niðurlæging. Þannig að maður alltaf svona á tánum sko, hvernig á að styrkja, hvernig á ekki að styrkja. Þú veist, ég að sýna fólki þetta sem við erum að gera, ég að sýna fólki kjallarinn aðstöðuna og borgin alltaf bara svona, heyrðu, hann bara að tala okkur niður. Og ég veit alveg hvað að fara að gerast. Og hvað gerist svo? Við þurfum í samtal, okkur ekki svarað, við þurfum að láta meiri okkur heyra. Við fáum einhver smásvör og allt í einu erum við komin á enda samningsins. Þannig að hugsaðu þetta, skemmdarverkin sem átt sér stað það, ég ætla að vera með eitthvað sem við köllum AIBCA, Athena International Basketball Coaches Association, sem ég bara gerði með fyrirtækjunum mínum, sem þannig að ég tek inn þjálfara að utan, við vorum í japanskan og bandarískan þjálfara sem voru í þessu í vetur, sem eru bara í læri hjá mér, við fáum ódýra þjálfun í staðinn, ég bæti það upp með því að efla þá sem þjálfara og þeir nýtast inn í hverfið. Við erum með ætlum að vera með íþróttaakademi í þessu hverfi, við keyptum stóla og borð fyrir 2 milljónir, allt í einu bara vitum við ekkert hvað í gangi. Við getum ekki skráð okkur og haldið mót næsta vetur af því að samningurinn allir í uppnámi. En af hverju ætlaðir ekki að segja hvaða skýringu gefa þér? Það því að þú undirritar ekki þennan svæga samningum mannréttindi? Já, sko, nei, fyrst þetta nefnilega þannig, það ekkert samtal og við vitum hvað að fara að koma, en þeir segja ekkert að þeir sé ekki að fara að endurnýja samningin, þó að við séum að brillera. Þetta besti rekstur og íþróttahúsið sem þú finnur. Við erum með þvílíka fagfólki í því og þú átt á því að við erum á tánum sko. Við erum ekki að fara að stíga nein feilspor í þessu. Og svo þessi fjölgun og nota bene, fjölgunir okkar, við erum með húsið frá 3 til 6, þetta eru 3 klukkutímar. Og eftir það kemur síðan meistaralokkur til 7:30 og við erum ekki með húsið lengur en það. Á þessum 3 klukkutímum erum við búin að vera þá með náðs upp í 100 stelpur og verðum með 130 stelpur af því að trajektorið okkar þannig næsta haust á 3 klukkutímum. Þannig að með við 10 krakkar sem voru í húsinu
og sko metnaðarleysið sem ríkir sko varðandi þessa krakka. Frábær hópur að vinna með nota bene. Því að menn alltaf svo fúlir halda í sig að tala um Breiðholtið. Ég ekki að tala um Breiðholtið, ég að tala um metnaðarleysið í kringum þessa krakka. Þetta er svo mikið þakklæti, svo frábært að vinna þarna. Svo bara þegar við erum viku áður en að samningur rennur út, að þá kemur bara svona, þið verðið ekki með nafnið ykkar á samningnum. Og þá er ég hérna í sko alltaf því ofbeldissambandi og á að treysta því. Og þá segir við bara eitthvað svona, já heyrðu, við ætlum bara að setja Leiknir á þetta og við erum í góðu samstarfi við Leikni, en Leiknir er náttúrulega úti og við erum inni. Og svo er Leiknir með einhvern svona black hope af útlendingum. Máttu þið ekki vera á samningnum? Hvað heldurðu? Hvað myndirðu giska á? Ég get ekki skilið það. Ef þú tekur okkur, sko, ég meina pældi í dílnum, sko, nú ég ætla að bjóða þér að koma hérna í verkefni með mér. Þú kemur peningana, mannauðinn, kraftinn, sjálfboðavinnu, allt þetta. Og þú investar í þessu verkefni af því að þú ert með eitthvað mission, en ég ætla að gera samningin þannig við þig sko að ég get hendur út hvernig sem er. Og ef að þú ert ekki ánægður með mig sem á að koma að þessu, að þá getum við bara sagt já, af því að það er það sem við heyrum í dag sko. Skúli sagði á síðasta fundi sem við vorum á, Helgason. Já, Skúli Helgason, að þá sagði hann sko að samskiptin væri ekki nógu góð og ég er alveg sammála honum með því. En þau verða náttúrulega að taka ábyrgð á því og ef þú myndir skoða til dæmis það, við höfum alltaf farið allar réttar boðleiðir. Því að sko hérna, þú veist, almenningur sem er eitthvað að fylgjast með mér nákvæmlega núna, hann sér mig ekkert fyrir en að við erum komin upp á háa sér í einhverju ömurlegu valda ójafnvægi og erum að berjast fyrir líf okkar, þú veist, í einhverju sko, þú veist, einhverju embætti sem er þá búið að sko, í raun og veru í krafti sko, stöðu sinnar þakka í umræðinu eða ég veit ekki hvað þetta er kallað þegar þú raun og veru bara svarar ekki sko, líka. Þetta er að þvælana líka. En hvað er næst? Eru þið á leiðinni bara á kvöld? Er félagið bara úr sögun eða hvað getið þið gert? Sko, ég hef engan áhuga á þessu samstarfi lengur. Við borginu? Það myndi enginn láta bjóða sér þetta. En þú mátt ekki hætt? Nei, og það er nefnilega málið. Þannig að, þú veist, og þess vegna, það er rosa mikið af fólki sem er að styðja okkur. Og rosa margir sem er að koma til mín og segja við mig, já, bara getur ekki einhvern veginn leyft að vinna þetta. En sko, hugmyndin er bara þessi, ég held að við eigum að setja sanngirnina og í raun og veru sko, og hugsa þetta, stöðuna sem Breiðholtið er í, ef að þessi rödd hverfur og ef það á að kæfa röddin okkar bara fyrir það að við höldum einhverju íþróttahúsi. Þú veist, akkur er ekki Skúli hérna að tala við mig? Akkur eru við ekki að takast á í opinberri umræðu þessa hluti? Og hvernig er þetta svo? Svo þarf ég að fara á fund núna kannski eftir hádegi að ræða við menn og þá er bara að segja allan skrattan við mann á einhverjum fundi. Svo þegar við komum út á fundinum og næsta sem gerist er síðan bara, þeir fara í fjölmiðla núna og þeir segja bara svona og reyna að gaslýsa þetta og reyna einhvern veginn að fá fólk til þess að halda það að þeir sé að semja við okkur. Við miðað við hvernig staðan er og traustið er sko, þessi samvinna er rúin trausti. Þú veist, en hvað gerist næst? Það sem gerist í raun og veru er bara það annarkvæmt endurnýjaður samningin sem var frábær og skilaði öllu þessu og litli klúbburinn sem ætlar að stækka að menn viðurkenni það að nafnið á klúbbnum þarf að vera á samningnum. En þess að ég get ekki, og við sem stöndum að þessu, getum ekki verið að sponsa inn í einhvern samning þegar þetta bara henda okkur út hvernig sem er. Og annað, við getum ekki verið sko gestir inn í okkar eigin húsi. Við erum í samkeppni við fullt af klúbbum og það er engin klúbbur sem við keppum við, sem býr við þetta. Og við höldum, sko, við erum með heimalærdóm, við erum með alls konar stuðning í kringum alls konar dót sem við erum að gera, við höldum þetta á göngum íþróttahúsins, meðan að það er kjallari þarna niðri. Þannig ég held að við þurfum að fara að kalla borgina til ábyrgðar með þetta og í staðin fyrir það að kæfa okkur bara í einhverju regluverki og einhverju skítapólitík, þá þarf að fá þetta allt saman á yfirborðið. Þannig að ef það verður ekki samið svona, þá ætla ég að bjóðast til þess að vinna með borginni að því
að eitthvað annað fær inn í húsið og gangi vel með það. Þeir vita ekkert hvað þarf til þess að keyra þetta í gang. Brynjar Karl, ég þakka kærlega fyrir samtalið. Ég er búin að tala svolítið mikið hérna. Nei, bara alveg passlega. Skúli Helgason búinn að gefa ádrátt það að hann mæti hér í næstu viku að ræða við mig þessu mál. Það getur bara verið of seint. Það aldrei of seint. Heiða Björg Hilmisdóttir og hennar aðstofamenn kunna hins vegar ekki á tölvupóst, þannig að það gott að Skúli skildi svara. Takk fyrir komuna, gangi ykkur vel með þetta og ég alveg sannfærður að þetta ekki endalok þessa góða íþróttafélags. Vonandi ekki. En þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn, en áður en ég kveð ykkur þá minn ég aftur á bókaklúbbinn góða sem við settum af stað í apríl og eru 1100 klúbbmeðlimir komin í núna. Við lukum við umfjöllun Kúbudeilunnar 1962 á frábænum hundi núna miðvikudaginn með Birni Bjarnarsyni. Nú ætlum við að taka fyrir bókina 1984 eftir George Orwell. Þetta ótrúlegt verk sem sístætt og á erindi við okkur ekki síður í dag en þegar hún kom út rétt eða skömmu eftir seinni heimsstyrjöldinni. Fylgist þið með og góða helgi.